Mark Wahlberg, 55 ára. Þetta geðveikt. Nei, ekki? Það staðan. Hann 55 ára í dag. Íslandsvinnur. Já, heldur betur. Ég nokkuð við sem að Baltasar Kormákur hafi framleitt þetta tónlistavídeó. Ég svona bara á hvaða lagi á ég að byrja með ykkur settinu. Þannig að þetta er hug. Það eru góða víbrur. Já, það ekki? Jú. Ég segi það. Mjög góðar. Ég sé ánægð með að skuldir íslenska þetta. Já, ég fæ sömu e-maila og þú frá þessum málfarsfasistum hérna. Já, við höfum alltaf haft að reglu það að banna blóta í hlaðarpi þjóðmála en við höfum svona leift fólki að komast upp með enskustettur en við höfum farin að taka harðar á því. Já, ég er hrifin að þessu. Maður er líka að reyna að vinna í þessu bara sjálfur, sko. Já, bara í lífinu það. Já. Það er, þú veist, nema mér geðveikt að sletta á dönsku, svona þessi eldri kona. Já. Segja svona, þú veist, Slærðu þig með því eða? Já, þú veist, ægisli minn út svo fínt fölinni. Já, einmitt. Já, bara, þú veist, ég er ekki að dæma. Nei. En velkomin, Ólafur Skaftsdóttir, Árni Helgason. Takk fyrir. Gaman að fá okkur. Sömuleiðis, gaman að koma. Já, bara heilur. Þeir eru að koma fyrstskipti inn í þetta stúdíó, Epic stúdíóið. Já. Þú erum komin okkur svona áður. Þú eru komin einu svona áður í þjóðmál. Já. Og þá tókum við borði í heima í Vestmannaeyjum í fyrra. Heldur betur þannig. Við hittumst á Bróðers brúir í bara skömmu áður. Já, bara kvöldi áður og ég bara nappaði því í þátt. Bara herðu, þú ert á sveðinu. Þú ert að koma í þátt á morgun. Já. Það var mikið svona, það var real dæmi einhvern veginn. Já. Að fara í borð og bara fullræns. Það er ekkert sem gerir jafn mikið fyrir mig að fara inn í svona sjávarpláss. Já. Þú veist, þegar maður upplifir, þú veist, hvers konar ónýtjungur maður er, þú veist, það sem að fólk er að vinna í alvöru, sko. Þú veist, hvað erum við að gera fyrir einhvern veginn? Já, mér líka svo hvaða verðmætti eru við að skapa? Já, Eyjarnar líka sko eru með, ég veit ekki hvort það er bara orðin partur af einhverju svona upplifunar hönnun í Eyjum eða eitthvað, en það kemur, þeir eru að bræða mikið, bræðslu í gangi, þannig að lingur svona lykt yfir og sem er svona skemmtilegt því að þeir eru líka, þú veist, að þróa alls konar svona fancy veitingahús og mikil túrismi og svona, en mér finnst svolítið vel gert að þeir bara halda þessu, bara fólk finnur aðeins lyktina því hvernig, þú veist, peningarnir vera til og svona, það er ekki afsláttur á því. Sérstaklega fólk á borginni. Já, ég segi það. Já, mér finnst líka eins að koma, vorum á Ísafirði um daginn, bara, þú veist, ég dýrka þetta og við erum svona aðeins við Kristín verið að koma með tillögu að því að svona talandi um góða víbrur, sko, það er geðveika víbrur í Eyjum, geðveikar á Ísafirði, okkur langar að samina. Já. Göng á milli. Milli Ísafjarðar og, já. Eitt íþróttafélag í B. Vestri. Ok. Þú veist, alls konar hagræðingar hérna. Ég sko, Guðmundur Fertur er meira að hlusta. Já. Hann er búin að tala mikið um samgöngumál á Vestfjörðum. Nákvæmlega. Þannig að þetta er kannski komin bara pæling. Nei, ég meina, hvað ætla Ísfirðingar að sækja í borgina? Þú veist, einhverju gjammandi ónýtjungar eins og við. Já. Það getur bara farið yfir og hitt aðra menn sem er að búka til. Mér finnst líka svona metnaðarfullt sko að leggja til göng frá Eyjum til Ísafjarðar. Það væri mögulegt að setla á bara Eyjagöngin sko síðan á endanum. Þetta er svona pólitísk taktík sko. Ok, bökkum, förum bara upp í land, allt í lagi. Förum ekki fyrir allir í Ísafjarðar en... Ég er bara alveg samningamæður. Já, við séum á Pæjamóti. Fórstu þú um tónum Pæjamót? Já, tala við leikmann mótisinn sko. Já, ég held að væri bara eitthvað sendiherradóttir bara og það er bara verið að... Já, við komum heim á sumrin svo ég geti látið ljósmynd skína í Eyjunni fögru. Já, ok. Býtu, þú varst að segja okkur frá þess aðeins áðan. Við viljum aðeins að fara á dýpið í þessu, sko. Já. Þetta var fleiri en 1 ár, það sem þú tókst til. Já, eða sko, við unnum náttúrulega einu sinni og vorum einhver svona, svöngt síðan var ég í svona liðinu sem var valið úr öllum liðum. Landslið og pressulið, þetta það. Svo var ég náttúrulega leikmaður mótsins í 1 skipti. Þannig að þú veist, þarna eru alvöru sigrar, sko. Ok. Já, frábært. Já, vil ég fara dýp inn í þetta? Getur við rúin að byrja þáttinn eða? Ég kemur svo alltaf á, eins og við vitið. Herðu, stýrmið frá Kampasfélaginu, hann bauð upp á Pierre Simón Gastronóm. Hvernig verðum þetta fram? Vistu það, Gísli minn, þegar þú byrjar með frönsku þrúurnar hérna. Já, ég veit að ég bara veit upp á mig sökina. Ég er að þess að leita til þín. Gastronóm. Já. Ef það er hægt að fara lengra inn í þetta. Ok. Gastronóm. Já, þú myndir setja henni. Að sjálfsög. Ég er ekki að fara það. Ég er nýkomin frá París. Já. Styrmið verður bara að þóla það. Ég er bara ekki betri í þessu þetta. Ég er ekki góður í öllu. Ég er bara dýrka og sérst bara einhvern handboltapabbi í Grafarholti að gjörsamlega myrða hverja frönsku þrúuna í framburði á fætur annari. Mér finnst það traustvekjandi by the way, sko. Mér finnst gaman að heyra menn bara bera þetta fram á heiðarlegri íslensku. Já. Þetta er 2020 árgerð. Hvað gerast það 2020? Ég segi ykkur það. Já, verið hann skæða. Átnildum við skipti sér. Já, það er rétt. Ég er að fagna brúðkaupsafmæli á helgina. 6 ár. Svona kraftaverka brúðkaup, sko. Við buðum í það í byrjun árs.
Svo kom COVID í millitíðinni og leit nú allt út fyrir að við myndum ekki ná þessu sko. Já. Og vorum komin í alls konar svona, vorum búin að bjóða, þú veist, ég man ekki veit 150 manns eða eitthvað og svo var alltaf að breytast sko fjöldi sem átti koma saman. Ég var að 50 og við vorum, ég og frúin vorum komin í svona spjall heima sko, hvort við þurftum að kötta gestalistan niður í 50, velja okkar 50 bestu vini. Það var svona erfið. Það hefur verið gaman að sjá það gerast, bara við okay. Sorry, við settum út í 57. seti og við bara sendir okkur gjöf og svona, en svo var það eitthvað svona algjörð kraftaverk hérna í lok mæ og þá bara einhvern veginn fögnuðu við fyrstu endalokum COVID, Little We Knew. Já. Og en kom bara eitthvað nokkra vegna gluggi og það náðist akkurat sko steggjun, gæsun, brúðkaup. Bara keyrt, þetta allt saman daginn. Nei, sé ykkur helgin, en þannig að það var svona okkur kraftaverk og við vorum með þegar maður kemur inn, þá náttúrulega sér maður skemmtilega spjald af herði ægisinni hér. Já. Sakna hans ekkert eðlilega að væri til að hafa hann inn í stúdíói. Já, það væri nú eiginlega gaman að hafa það hér, en það önnsa. En við vorum með svona spjald af þríeiginu svona, bara til að það var Allir er varin góður. Allir er varin góður og... Þegar þú horfir núna tilbaka 6 ár, sko, var það góð hugmynd? Að vera með spjald af þríeiginu? Það er eitthvað voðasniðugt. Er það ég að fyndi í dag svo að það var kannski þá? Það er góð spurning. Þau eru náttúrulega meira og meira komin í pólitík. Já, þetta eru kollega þínir í dag. Já, heldur betur. 2020, þá hófst þú störf hjá SA. Já. Þetta er nú ekki lengi. Nei, Nei, það gerir það ekki. Nei, en ég dýrkaði samt að vinna þar. Ég kallaði alltaf musteri mammons og var aðalega í því að bara hrekkja samstarfsmenn mína sem margir hverjir eru góði vinir mínir í dag. Ég nefni bæjarstjórinn í Kópavogi. Ég kynntist henni þar og ég eyddi dögunum í að, þú veist, þeir sem þekkja Ásdísi vita hún er mjög auðtrúa. Ég laug að henni bara frá morgni til kvölds og hún trúði því alltaf. Og ég bara, og við náttúrulega bara eigum það samband enn í dag. Einhvern veginn heyrði ég þá sögu að þú hefði sagt henni ekki einu sinni, ekki tvisvar heldur oftar að hún ætti að vera mætt í viðtal einhvers staðar. Ég var alltaf að ljúga henni að hún ætti að vera mætt í beina útsendingu á RÚV út af einhverju. Nei, við einhvern sem að, þú veist, hún var kannski, þú veist, að deila við opinberlega eins og bara Sólveig Önnu eða eitthvað. Og nema efnið var alltaf eitthvað svona alveg fáránlegt, þú veist. Bara, herri, þú ert að vera mætt í beina útsendingum um Sólveig Önnu eftir 3 mínútur, sko. Hún bara, byrju, að segja hvað? Eurovision? Þeir eru að tala um Eurovision. Þetta er ruggleguleg. Óþægilegt. Já. Gaman að rifja þetta upp. Já. Við Halldór Benjamin vorum daldið, við vorum bæði í þessu. Já. Er hann hrekkjusvín eða? En við erum bæði gerendur í bata. Já, ok. Ertu hætt þessu eða hvernig, þú veist, er það reyna hætt að... Nei, ég er ekki það. Nei. En ég reyni að vera, þú veist, ekki vond við minni máttar. Já, ok. Reynir en test ekki alltaf. Já, ekki test ekki alltaf. Svona er þetta. Já. Svo er þetta veit ekki frá kjötkomurinu þetta. Þið fáið ykkur bara og það er enginn að dæma þó þau séu að borða hérna í sjónvarpssettinu. Ég er endar sem ötull hlustandi þjóðmála dæmi, en þess að ég get ekki hlusta á hann til dæmis þegar Stefán Einar er slavrandi í sig. Það er ekki... Ég er orðinn vanur því bara. Það er ekki sens að greina eitt. Þú veist, og hann er að fara í einhverja mónológa þar sem hann er eitthvað að fjalla að Skálholt séu ekkert eðlileg menningaverðmæti með einhverju sólgleru á 9. glasi að slafra í sig einhverju kjötmeti. Fáránlega dagskrá, sko. Já, svo er ég náttúrulega, er ég orðinn samstarfsmaður hérna náins vinar þáttarins og þíns þáttar líka Diljá Mistar Einarsdóttur, sko. Hún dæmir náttúrulega mjög hart. Já, en hún er enda götustelpa í mat og drykk eins og oft hefur komið fram. Jú. En hún er væntanlega hrifin af kjöti. Já, en engin sósa, ekki brauðið, ekki grammeti. Það er allt við hana er eitthvað svona, þú veist, hún borðar en með einhvern svona alveg fáránlegum aðferðum, núansum og sleppir, þú veist, einhvern veginn, mútið taka örgulega, þú veist, taka húðina af eða eitthvað, þú veist, það er eitthvað svona sem maður gerir fyrir krakkana sína, það eru svona 4 ára. Dilja var alltaf afnema alls konar, núna síðast í jafnunarvottun. Já. Það er bara akkurat, það er bara eins og þegar við séum handriti fyrirfram. Það er bara akkurat það sem ég ætla að fara fjallum. Þvílík skipting. Ég ætla bara, þetta var þetta stel. Ég ætla að fara að kasta hrósi á Dilja Mist, því að við sjáum við til dæmis frétt á Morgunblaðsins það, Alþingi samþykkti í vikuna að leggja niður jafnlaunavottun. En þetta kemur ekkert fram í fréttina á MBL og hafi verið mikla skömm fyrir það er ekkert minnst og Dilja Mistið þessu. Nei, hún hefur verið... En hún hefur verið öll þess með þess að leggja niður. Það var nú reynda viðtal við þær saman, held ég, hann og Mér varst það aldrei flott, það sem að,
Obba dómsmálaráðherra sagðist bara þetta var feit pæling sem gekk ekki upp. Já, hún var nú aðstofamær á þeirra þegar þetta var sett á 2016. Og Diljá, þú veist, einhvern veginn búin að berjast fyrir þessu og þetta svona eitt af þessum málum sem actually skipta máli sem eru tekin fyrir inn á þingi. Þau eru nú mörg sem skipta engu máli. Þetta svona raunverulegt eitthvað sem fólk finnur fyrir. Af hverju það bara fyrir hlustundum. Af hverju skiptir þetta máli? Bara þetta skiptir máli bara fyrir rekstur fullt af fyrirtækja og í núverandi umhverfiða þá myndi ég halda að bara afnám alls konar svona óþarfa regluna séu bara mjög mikilvægur. Það tekur undir þetta að þetta svona ákveðið bara skref líka við höfum haft svona einhvern veginn vita því að stíga fram og meta þetta kalt því að það líka mikið af þessu rúllar opbóðslega svona gagnrýnislaust áfram leggur einhvern veginn ekki í að hjóla í þetta af ótta við að fá hérna einföldu spurningu og leiðilegu, þú ert á móti jafnrétti náttúrulega, eða þú ert á móti umhverfismálum eða þú hefur efasemtur að þú veist, hvað að segja, fyrirtæki 25-50 manna fyrirtæki hefur að skila reglulegum sjálfbærniskýrslum eða eitthvað slíkt og svara löngum spurningalistum hvort þið stundi barnaþrælkun eða vopnaviðskipti mennar eitthvað verkstæði búið það, nei stráður, eru við eitthvað í vopnaviðskiptum? Nei og hún flýtur áfram svona vitleysótt og mér finnst það svolítið gott að við séum að ná skrefinu tilbaka en þetta nú tekið tíma. Já. Það leiðir einmitt hugan af því, haldið að við munum sjá, því að við erum búin að tala nú bara síðast í gær, varum við Ástu Ördensettur, við tala gullhúðun og blýhúðun og allt þetta, hvað sem með verið að kalla þetta. Við erum búin að tala þetta í mörg ára að regluverkið sé alltaf þungt, það sé ómikil blýhúðun og það þurfi einhvern veginn að vinda ofan þessu, en það gerist eins og það afskaplega hægt. Já, ég meina, Gísli, bara eins og ég og þú getum nú vitnað keyptum okkur sikkur að míkuna og fórum eitthvað að gjamma settum einhverja kennitölu á það og maður er bara komin í bara, þú veist, ef maður ekki að tala við þú veist, ég eði svona 4 dögum í mánuði í einhvers konar samskipti við opinbera. Þú veist, og þetta er í alvörunni bara ég og besta vinkonum mín að vera trúðar einu sinni í viku. Klukkutíma En byrju, ég er í smá óvissu, er ég í fjölmiðli núna eða hvað? Já, gætu þið skilgreint þetta fyrir mig? Já, sá sem hér setur gerði þetta þau mistök að skrása sig í fjölmiðl þegar hann keypti tímarit Þjóðmála 2017 eða maður rétt. Þannig að maður þá þetta er skráði fjölmiðl, en ég segi þetta sé ekki fjölmiðl. Nei. Ég er að stefna afskráningu, bara eins og Kauphallarfélögin. Vinni því. Já. Er búið undirbúa markaði fyrir þessa afskráningu? Það eru titringur örugglega. Já, nú þarf ég að semja Kauphallartilkynningu áður en þessi þáttur fyrir loftið. Ég meina, við Gísli munum líka þurfa að senda náttúrulega afkomu viðvörun á Kauphöll. Út af því að við ætlum að leiða saman hest okkar og fara aðeins í þessa fjölmiðlanefnd. Já, líst mér vel á okkur. Bara game on. Það er líka svona ég segi bara svo Stengar við Jósa við skakkgreyndu 2010 you ain't seen nothing yet. Þannig Já, en ég fór nú einhvern tók einhvern tíma að skoða fjölmiðla þessa ágætu fjölmiðla skráningu og svona burtsér frá öllu að svona tilgangsleysi upplýsingasöfnunarinnar er stórbrotið. Þeir eru ákveðlega verið að ganga á fjölmiðla víðum land og þetta er eitthvað staðablaði feikir eða eitthvað sem að gefa út skamma hríð og þetta hangir allt inni ennþá og þetta eru upplýsingar sem að ég velti fyrir mér hverju bæta við. Jafnvel þó maður væri með glerun og þetta væri eitthvað gaglegt sem að ég reyndar ekki með en segjum það og bara burtsér frá því hvað við getum fundið bara þess vegna því við erum nú með félögum byrja að skila ársreikningum og margt fleira það er auðvitað miklu gaglegra að finna eitthvað þar heldur en þú veist þessi skráning er svo mikið ekki neitt bara eins og er svo oft svona regluverk það sem farið fram á okkur upplýsingar og líka bara hvað finnst þú veist bara Bergsteini Sigurðssyni á RÚV það að við Kristín séum settar jafnfætis honum þú veist í okkur umfyllum ég held að hann séu upp með sér ég væri það en ég skil punktinn já, nei þetta er bara nei en eins og bara í okkar tilfelli ég meina við náttúrulega þú veist getum ekki uppfyllt þess að kynja hvað heitir þetta svona kynja þú veist þeir vilja maður telja kyn viðmæland og þessu nokkuð veginn jöfn þú veist við náttúrulega erum með þá yfirlýsu stefnu að við lyftum bara strákunum okkar þú veist þannig að það og alltaf fjölmiðlanefnd að fara að skilgreina þeirra kyn fara að hjóli ég maður þegar við vorum með hism einhvern tíma að fengu eitthvað svona á okkur á Twitter sem að fannst við vera mjög ósangjörnir í kynja hlutföllum og var búin að liggja yfir öllum þáttum sem voru komnir
og greina kynja hlutföll sko, og þetta var bara eitthvað 94% kallar eða eitthvað svona, og ég hefði, ok, þetta var svona slæmt. Þá taldi hann sko alltaf 2 kallar náttúrulega default. Það var svona ákveðin brekka sko. Já. Satt hann þess að vera í því? Í hlaðvarpinu? Já, mjög, það var, eða þú veist, ég veit ekki hvað ég myndi segja sakna þess, en mjög, það var rosalega gaman sko, við tókum til 10 ára spretti í þessu. Já. En maður var náttúrulega, það var meiri svona heimótgerð það hafa ekki verið að bera í gesti kræsingar sko. Já. En mjög skemmtilegt. Takk þess, getum við skoðan að skjá Gospel Channel Europe. Við erum að skoða sérst VF fjölmiðlanefndar með að við erum að tala saman. Já. Þetta ekki bara eitthvað tengt Omega? Já, þetta tengt Omega, já. Herri, það alþjóðlega útgerð. Skandinavía, UK, það allt undir. Já. Okay. Það alls konar fjölmiðlar skráðir. Já. En Flugufréttir. Já, ég hef nefnilega aðeins verið sko að hestafréttir. Ég vil kafa hún í hagsmunatengsl þar. Ég hef nefnilega aðeins verið að eiga í bréfaskriftum sko við fjölmiðlanefnd, og þar hef ég meðal annars verið að fara yfir, þú veist. Og engan starfsmann væntanlega, þú kvitt ekki undir með nafni. Nei. En ég er samt alltaf að óska eftir að ég fá minn prívat þjónustufulltrúa, en það var einhvern veginn ekki orðið. En ég er alltaf að setja upp, þú veist, eða ég verið að reyna að kalla fram frá þeim, þú veist, hvar eru landamærin í þeirra eftirliti? Og ég stakk upp að ég bara fyrst, ok, ef ég koma gott út af Spotify, skuttla ég vera OnlyFans. Hvað gerir þið þá? Engin breyting. Þannig að ég sé bara, ok, mega þá OnlyFans stjórnum að koma með mér og Gísla Frey og félögum í það að mótmæla skráningu hjá ykkur. Og þá kemur eitthvað svona, þú veist, eitthvað ekkert svar, basically. En svo er ég alltaf að reyna að fá fram, en þú veist, hvar liggja mörkin? Og það, þú veist, Mannvit, til dæmis, heldur úti einhverju hlaðvarpi, sem nú í erlendri eigu eftir að Mannvit var keypt, þú veist, þarf að skráða það? Hvernig, æskilur, og svarið bara, þeirra eftirlit með internetun öllu og landamæralaust. Þú veist, ég er bara, ok. Nóg að gera. Ég er nóg að gera. Bara 9 manns það nóg. Já. Þetta verður þetta slagur hjá okkur í sumar? Já. Og ég sko, út af þú baðst okkur að mæla með bók, og ég ætla ekki að fara inn í það núna, en ég nefnilega nota eina bók sem mína biblíu í gegnum þetta mál. Ok, koma því eftir. Já. Í mildinni, þá við fjöllum það hér í síðustu viku, og það er þetta komið ný borgarstjórn og allt það, við erum búin að fjalla svolítið það. Ég bara rakst á þessi frétt á Vísi, svona úr einu í annað, þar sem að Hildur Björnsdóttir er að taka við lyklunum að ráðhúsinu frá Heiðu Björk, Hilmisdóttir, og segir þar að hún myndi örugglega leita ráði á Heiðu. Og ég velti bara, ég veit þetta er mjög málundanlegt, ég segi bara ráðum hvað. Ég veit alveg hvað það er. Já. Maðurinn hennar Heiður flytur inn léttvín. Hildur drekkur ekki léttvín. Já. Þannig að þarna getur hún fengið ráðgjöf hvað bjóð upp á í verslunum. Já, ok. Það er nú eitt. Já. Það er svoleiðis. Það er allir með einhverju styrkleika. Hrannar B. Arnarsson, sem er náttúrulega pólitískt animal, var aðstofamaður Jóhannu Sigurðardóttur lengi vel. Var hann ekki borgarfulltrúi sjálfur? Veit það ekki. Jú, í gamla dagar ekki, hann og Helgi Hjörvar og svona eftir hvernig. Hvað teimi? Já. Er það gamla samfélkingin? Það teimi svo. Já. En Össur er samt allstaðar. Hann er í gömlu og nýju. Já. Össur, já. Össur allstaðar. Össur allstaðar. Ég er alltaf að reyna að fá hann í mitt hlaðvarp og hann neitar mér í hvers skipti. Já, okkur. Ég veit það, ég heldur hann finnst gaman að hafna mér og ég fíla smá að fá höfnununa og þetta er svona einhver leikur orðin. Já, ok. Já, ég er bara, það er bara svo það er. Já. Við erum misjöfn áhugamálin. Já. Áðurinn kemað okkur bara svona tíðindi á miðvikudaginn þar sem að Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir sagði óvænt af sér þingmennsku, og hann er hér í auka þætti í hlaðvarpi þjóðarinnar. Áðurinn kemað því eins vegar. Árni, sko, þú áttir allt saman. Þú voru komið eins og þátt áður, en þú finnst eitthvað gjöf. Nei. Þannig að nú færði gjöf. Það er svoleiðis. Það er þjóðmálabollan. Sem að fæstu auðvitað á Vessu þjóðmála. Þetta er eitthvað sem að vinir okkar IT House of Brands, sem eru vinir þínu líka. Heldur betur. Alvöru krakkar í Dottakari. Já, þau vinna dag og nótt. Þannig að þú tekur þetta með þér heima eftir. Glæsilegt, takk fyrir mig. Þetta fæst líka á ég myndi afhendur þetta núna, en það verður þetta á borðinu. Já. Og það gerir ekki mikið fyrir OCD með að hafa eitthvað drasl á borðinu. Þannig að þú ferður til þáttinn. Eru þú góðið með það? Já, mjög góð. Það myndi trufla með þetta þáttinn. Já, ég er ef ég skýt inn í frá þessari síðustu heimsókn okkar, eða síðustu mætingu í þáttinn í eigunum,
að þá nefnilega var ég mitt við erum nú nágrannar Mosaginn. Já. Þá var ég mitt með gínkónginum sjálfum þar sko að smakka upp úr tunnunum. Já. Og þarna sem er verið að veðra gíni þarna við Eldfell, sem er alltaf mjög skemmtileg aðferð. Og ég man að svo segi ég, og við erum eitthvað að smakka og svona, og svo segi ég, ég þarf að vera mættur til Gísla þáttinn. Ég ætla að taka með og geta gefið þeim í þættinum. Og þá var eitthvað vinur Arnarsjóns sem var með þjóðmál, svona kaffimál. Já, kaffimálið. Og ég skvetti smá gíni í það. Alveg rétt. Og kom með það hlaupandi til ykkar. Þetta er næst sem sést myndinni? Já. Þjóðmála gíntussa. Já, gíntussa í veðruð gíntussa í orðsins fyrstu merkingu. Því að ég held að allir smakkaði, það er svolítið kaffibröðar þetta var svona homey en það var skemmtilegt. Þetta fæst alltaf á vefsíðu Þjóðmála. Já. Ekki gíntussan en hitakannan vissulega og bollin og fleiri efnin til. Og það er líka hægt að gangi í Þjóðmálastofuna, vera hluta henni, vera hluta þessu öfluga samfélagi sem er í kringum okkur. Þannig að hvetjum allir til þess. Já, ekki spurning. Ég held nú að Áslaug Arna sé í Þjóðmálastofunni, ég man það ekki, en hún ætti nú alltaf að vera þar. Hún sagði þessu í vikunni. Herði, já, heldur betur. Það sagði þessi þingmannsku eftir að hafa setið á þingi í 10 ár. Já. Ég byrjaði ég kynntist henni fyrir rúmum 10 árum og byrjaði þá að starfa inn í pólitík. Já, það? Já. Getum hana? Já. Ok. Við erum náttúrulega mikla vinkonur og en ég var svona, já, þannig hún dró mig inn í þetta rugglanda sem morknuði Valhöll og allt þetta. Settur þú fótboltaferilin þá setti ég hann alveg til hliðar. Til að sinna þessu. Já. Okay. En ég hafa tilfinningaþrungi stund þarna á Alþingi, strákar, ég var að sjá næstu frétt á mynd þar sem ég rakst á þar sem að þú varst nú stödd á Alþingi þegar hún hélt þessa ræðu. Ég fór á pallana. Já. Og ég vil fá, og eftir ég satt þar, við þurftum að setja undir alveg, þarna er hún. Þarna er Ólöf ekki glöð. Ég var samt alveg hress. En sko, ég var búin að setja undir náttúrulega 15 mann sem voru undan Áslaugu á mælendaskrá. Og þá hugsaði ég bara, ég er búin að finna þann starfsmann sem vinnur hjá hennu opinbera sem á að fá hærri laun og það er forseti þingsins. Að setja, vera dregin í gegnum þessar ræður. Þetta er bara eitthvað leiðinlegasta sem ég hef gert, sko. Ég finn yfir til með starfsmönnum þingsins sem að sitja við hliðina fórstofum. Já, líka. Bara allt þetta fólk hækka. Nú er ég nú sonur mann sem að starfaði þarna í 40 og mann var aldrei alveg tölna 3 ár held ég með öllu. Og varð, pabbi minn sko var alltaf vinstra megin við forseta frá okkur síðan sko. Og hann hefur oft verið nefnt sko hversu leðilegt þetta starfi er og hann á svona 2 innkomur í svona popular culture sko. Það var annars vegar hann var komið karakter í Spaugstofunni sem hann var pabbi sem hann sofnaði mikið og svo þegar forseti klingdi bjöllin og svona hrökkan við þetta var í nokkur ár og svo er sko áramótaskaupið 2009 held ég í munur rétt, það var svona lokaðrið sem hún Silvía Nótt Ágúst Eva leikur sko og þá er mikið atvinnuleysi erfitt og allt svona og hún er að leita vinnu og finnur enga vinnu en svo hafa þau samband við henn að það er eitt starf en það er rosalega leiðilegt þá er það þetta starf og en hún svona endar á að taka því sko og svo endar þetta í einhverju söngaðrið þannig að þetta er Hlustendur upplýsingar þá var pappi þinn alltaf Helgi Benóndursson skrifstofustjóri lengi var skrifstofustjóri á Alþingi en svona í fullri alvöru þá var alveg mjög gaman að fylgjast með þessu Árni sendi mér SMS að menn ég var upp á pöllunum og hann sagði síðast að það hefur verið svona margir á pöllunum þá hefði það verið fólk sem var allt með blátt hár að garga undan útlendingamálum og ég sagði það er engin munur á þessum 2 hópum það þurfti engin að vera neinstar þetta var 10:30 á mótni sko engin vinnu það er ögg betri hárleikur við erum nú að gefa þeim það kviku starfsmönnunum já, hann á vinstri kanti já, en þetta var og það var magnaði að fylgjast með þessu og svona pínu, þú veist, fallegt að sjá hvað, þú veist, fólki er miklu vinið þvert að flokka á allt þetta þú veist, það var voru þetta einlega viðbröð hjá ég horfði beint á Þorgerði Katrínu henni brá svo, krossbrá já, og Kristrún kom inn bara óvænt sko, var bara lappinn á þingi og bara undir ræðun hennar hún var líka svona daldið brá aðeins ég hélt að hún hefði mögulega tárast aðeins en svo
held ég hann bara klæjaði nebban eða eitthvað. Kristrún? Já. Já. Hún náttúrulega ekki kannski með ofna mig fyrir sjálfstæðiskonu. Var þetta, þú veist, var rétt að gera þetta svona? Ég meina, ertu að tala út af þessum umræðum peningana? Nei, ég er minnst að spá í því, bara þú veist, hefðu nátt að senda bara tölvupóst og tilkynningu á fjölmiðla eða... Hún má það ekki. Þú mátt náttúrulega segja þér bara hvernig svo vilt, sko. Ok, ég held að þetta var eitthvað þannig að kjörnir þyrfti að taka sætið og segja af sér. Ég veit ekki hvernig gerir Þórður Snær þetta? Ég veit ekki. Ég ætla ekki að vera að bera það saman, sko, en... Nei, já, ég veit ekki, já, en... Nei, ég er bara eins og svona pólitíska ásýndir það. Ég held, sko, formið þannig að þú þarft að skila bréfi, svona, formlegu, sko. Já. Og líklega hefur hún þurft að vera inni þegar það er gert, myndi ég nú halda. Ég held að sé þannig. Þannig að það getur alveg nákvæmlega. Já, ég heyrði það bara fréttum í gær. Þetta hafi verið, svo ég veit að Áslaug fær náttúrulega athygli í þessu innslagi eins og gengur og á að fá, en það verður líka að nefna í þessu samhengi Sigurður Hilmarsson sem hefur verið svona mjög inn og út og var búin að flytja kveðjuræðu og þurfti svo að baka. Hann vissi ekki neitt. Hann var í smá limbói kallinn. En þú veist, mér finnst ekki þetta því að þú mætir á vinnustæðin og kveðjir eftir 10 ár. Það er bara eðlilegt og mér finnst þetta líka bara, ég meina, ef að hún hefur raunverulega alltaf eitthvað að féflétta skakkgræðendur hér þá hefur hún alltaf bara setið fram á sumarfríi og hætt svo, sko. Ef að fólk gerur okkur athugasemdir við eins og þessar greiðslunum sem ég var eins og að sjá í fréttum í dag þá náttúrulega þarf bara eitthvað að pæla í lögunum og reglunum í kringum þetta, sko. Mér finnst þetta bara eins basic og það gerist, sko. Hvernig hún gerir þetta. En það vantilega missir aðvinnur úr pólitíkinni? Já, heldur betur. Ég meina hún náttúrulega, svo kemur fram hann hvað fyrir á þing 2016 og búin að vera fórustu kona í sjálfstæðisflokknum hvenær var hún ritari 2015 og alltaf bara búin að vera eitt af stóru nöfnunum í íslenskri pólitík þátt fyrir að vera ótrúlega svona unga árum og ég hafði ekki bara verið að pæla í því en þegar það var svona, þú veist, hún er 35 ára núna og það er komin þessi langi ferill meira þess að með einu vetrarpásu, sko og þannig að það er alveg svakalega reynsla og búin að vera alltaf mikil svona, hvað maður segja, mikil fyrirmynd, þetta er sérstaklega fyrir ungt fólk líka og ég vil líka segja það sem ég kynsta Áslaugu sem stjórnmálamanni að finnst mér hún er hörð og kann leikinn vel og hún er ekki ein af þeim sem einhvern veginn hleypur strax í einhverja útþunna lausn til að halda öllum góðum sem að mér finnst vera mikil styrkur stjórnmálamanna að gera það ekki og þannig að hún var, þú veist, þetta var alveg alvöru slægir sem hún tók, hún var dómsmálaráðherra á gríðarlega snúnum tímum, við kannski getum komið að því betur og eftir þegar það var bara til siðs í þjóðfélaginu hér að garga á ráðamenn, sko, og starfsfólk og starfsfólk fyrir að framfylgja lögum, sko. Og þannig að þú veist, þetta var ekkit einhver auðveld vegferð en einn svoleið sem hún fekk, sko, eða hvernig maður orða það. Þannig að hún er bara klálega alveg risanafn í íslenskri pólitík og mér finnst nú gaman að heyra hún sé ekki að útiloka neitt í framtíðinni og Já, getur hún kannski komið aftur einhvern veginn? Já, mér fannst líka bara, ég er sammála því sem kom fram í ræðunarnar að ég er ekkit viss að fólk eigi, mér finnst bara geðveikt að fólk fara aðeins og öðlist eitthvað reynslu og koma aftur og þú veist, þessi dvöl í Bandaríkjunum hefur náttúrulega bara, þú veist, hafið sé Áslaugu glæsilegri en núna, ég meina henni líður augljóslega fáránlega vel og ég held bara að hún eigi að halda því áfram, bara elda einhverja að drauma og fara að gera eitthvað. Já, maður veldi bara fyrir sig, þú veist, þessu sko bara, sem að ég er hérna, þú veist, að myndu svo nefnir að fólk getur komið inn og út úr pólitík, þú veist, og þetta sé ekki endilega einhver svona, þetta verður ekki eitthvað ævistarf. Nei, já, og ég sammála því og það er líka eitt svona, ef maður fer í þær pælingar almennt, sko, að þá það væri alveg fróðleg stúdía til að skoða sko, hvernig þingmönnum hefur reitt af þeir ræta það hefur ekki alltaf verið einhvern veginn algjör sigur för sko, því að þú ert einhvern veginn orðin pínlítið svona þjóðþekkt nafn eða þú veist, andlit þannig að kannski fer ekki beint og vinnur við hvað sem er og gerir ekki hvað sem er og þannig að þú veist, það hefur alveg gengið ýmsu í því en mér finnst oft er náttúrulega fólk líka svolítið að röklast út, sko, þú tapar í ykkur og þú tapar í prókir eða dettur út að þingi eða eitthvað svona, sko. Þannig að mér finnst líka, ég er svolítið sammála því að þú veist, það er bara á að vera þetta lapp út
narrest eins og Áslaug gerir og svo það bara opið og mun alveg örugglega einhvern tímann koma upp að það verður óskað eftir hennar kröftum eða hún vil gefa aftur kost á sér og þá er leiðin greið, eða þú veist, ég myndi halda að leiðin var í greið, sko. Já. Og lofa allan að koma áfram í þjóðmál. Já. Þannig að hún hefur einhver afskipti af þjóðfélagsumræðinni. Já, hún svo skoðanaglöð og kolvitlaus. Þú færði engan frið frá henni, engar áhyggjur. Voru það því sem að byrja að kalla hana bardagakindina eða hvernig? Bardagakindina. Já, en sko við í rauninni ákvaðum að það er 2 viðurnefni sem við höfum svona kannski dálítið, hvað ég segja, snúði upp í andhverju sína. Bardagakindin átti að vera svona niðrandi komment frá Össuri Skarphéðinssyni, téðum, Áslaugu, þegar hann var að bera saman Áslaugu Örnu og Kristrúnu Frosta einhvern tímann, fyrir nokkrum árum. Þannig að við tókum bardagakindina og settum það bara í svona jákvæðan hjúp og hún náttúrulega bara tók utan þetta viðurnefni og síðan þá, og það sama á við Ásdísi í Kópavogi, kallum hann alltaf baunateljaran og það var sagt í svona sjúku þjósti af sósíaldemókratanum vinkonu minni Þóru Ásgeirsdóttur í maskinu, hann bölvaði baunateljari þessi Ásdís og Ásdís var mikið rekstramannskja og hún var bara, já takk geðveikt til í þetta Já, sko að þið minnist á Össur, það mér fyndið að þið vorum að tala langa feril Áslaugar Örnu, hún var nú ég man ekki hvernig það var, en hún var þetta mjög ung þegar hún sko var með reglulegt innslag með honum, var ekki Eyjunni á Stöð 2? Jú, það var Össur Mikael Torfason og Áslaug Arna. Það sem Össur og Áslaug tókust á þjóðfélagsmálin. Já. Einmitt. Það er örugglega verið að koma 10 ár síðan, sko. Það var mjög snemma. Svona frekar skamlífir þættir. Hvað hétir þetta? Hvort þú var með svona þingbar, ég man það ekki, sko. Nei, held ekki. Ég held þetta hafi verið þegar, ég vann á fréttablaðinu, eða hann á þessu kompani á þessum tíma. Mín skoðun héti þetta. Já, hann byrjaði á löngum svona einhverjum mónólóg. Bergur Ebbi held ég hafi skrifað einhver svona mónólóga sem hann flutti í svona. Svo byrjaði hann mikið á sko þessu split screen sko. Ég man einhver af þessum þáttum þá fekk hann, þá fekk hann sko eitthvað svona virkan úr athugasemdum. Þetta er 2014 sko. Já. Hann fekk svona mann sem er virkur í athugasemdum, mjög virkur, ekki stjórnmálamaður sko. Og akkurat Gylfi Arnbjörnsson, ég man eftir sem þetta kom og Mikael spjallar eitthvað við hann, svo við ætlum að heyra aðeins frá einum virkum í athugasemdum, þá hefur við tekið viðtal við hann og hann bara hraunar yfir Gylfa Arnbjörnsson í svona 10 mínútur og bara fekk það var enga spurningar eða neinstopp og á meðan er sko split screen á Gylfa sem þurfti eitthvað svona að reyna að halda kúlinu, það var ræðilegt sko. Þessi þáttur var samt aldrei svona góð pæling. Já, ég meina mér finnst bara magnað að bæði Össur og Áslaugu að við samvitt að taka þátt í þessu eða bara, ekki samvitt, bara tekið þátt í þessu bara, hann þetta bara hókinar reynslu í pólitík hún alltaf hálfgjör og nýgra einhver þarna Já, og líka, þú veist, og hvað ætlaði Össur að fara að drulla yfir hana, hvað er hún gömul hana 23 ára eða eitthvað smart að vera einhver eldri herra Láta þess að stelpa heyra Ekki að dæmi Já, þetta er svona, nei, meina við það var bara flótt að sjá hvað hún tekur sér fyrir hendur í framtíðinni. Já, ég hef svona sé ekki að downloada Alfreð í þessum töluðu, sko, ég hef segið. Það sé nú einhver mannskapur sem langar að fá hana. Já, það er mjög líklega þannig. Já. Eitt sem ég langar aðeins östut kom inn á, ég var nekkit búin undir på þetta, en eru það á rafmagnsbíl eða? Nei, ok, alltaf leið. Maggi er á rafmagnsbíl. Já. Bara þá var hann að fá sér svona amper hann er religious ég er á svona hybrid tvinnbíl þannig þessar amperstöðar eru bara frábærar og alltaf þannig komið því að og hrjustum þjómar að fá þetta afslátt af þeim eða fá afslátt af fá frí ásköld í 3 mánuði Árni, ég held að þurfum að setja smá ramman í þig ég fór að skoða þingfélagsskrána á vef Alþingis það er bara ekki mikið að frétta þarna nei Þannig að ég ætla að koma með svona stöð heimtíðin og sitja því í samband og fyllir þetta út. Og hann er síðan spreyttur og apríl, sko. Já, Þetta er eitthvað sem ég er ekki sjálfur, ég veit ekki hvað þú trúir ég ekki að dunda mér á kvöldin í þessu. Þetta er eitthvað sem að... En samt svo mikil nætur göldur eins og þú sagt mér. Já, en í öðru. En þetta er eitthvað sem að þingið sem stillir upp, sko. En ég veit ekki hvað þið voru að tala saman, þú og skrifstofan, ég var að fá post í morgun eiginlega með nákvæmlega sömu skilabóð það er bara að refsa upp á það Já, bara æfi ágripið og allt þetta sko það er nú einhver reynsla þarna baki og lögmannaferill og ritstörf og margt annað nefnd að setja á þannig að
Þetta veit ég sko, en það vantar að upplýsa almenning þetta. Já. Það gott að þú þekkir þetta vel allavega. það er fyrir mig þar. Já. Þetta stóð ég aðeins út á leginu kannski. Nei, alls ekki. Árni þarf að fara að skoða listan hjá nýja meirihlutanum í Reykjavík. Þú veist, svona, það metnaður í verkefnalista sko. Heitir ekki bara verkefnalista.is? Jú. Já, ætti ég að vera með svona 100 mál sem ég lofa. Nei, 100 mál sem þú ætlar að setja í hagsmunarskráninguna þína. Já. Einmitt. Já. Þannig að þetta, sko, en hugsið ykkur, þú veist. Þannig að það var ekki skortur á ramandinn sem útskýrði þetta, sérst. Nei, reyndar ekki. Það var, sko, Hildur Björnsdóttir, nýji borgarstjórinn, hún sko alveg fáránleg með to-do-lista. Hún gerir to-do-lista allt og það verður svona árátta að klára hann. Var hún svona stelpan sem þú blikkaðir í skóla fyrst glósur hjá? Klárt. Hún mest A-student bara, hún fekk ábyggilega herri einhvern en Kristján Frosta. Ég þori eiginlega fullir það. Já, ok. Þetta alvöru... Ég maður bara þegar ég kynntist Hildi fyrst í þá var í háskólanum og í Vöku og svona sko og maður svona tók strax eftir í sko að þessi svona alveg sérstök sko því að hún var náttúrulega svona bersi vel og glæsileg og svona rosa klár sko. Svo var hún með svona falla barn í svona einhver liðveislu líka. Hún svona bara var með það einhvern veginn líka. Já, og útskrifaði svona alltaf með 2 gráður á 4 árum. Já. Og það er ekkert svona neitt hakan í golf að hún sé einhvern veginn að fara á einhverja staði sko. Já, og hún líka svona, þú veist, ef maður eitthvað að barma sér, þú veist, þá svarið alltaf bara, heyrðu, þeir vinna sem vinna sko. Og maður bara, ok. Þú veist, þetta aldrei neitt, ekkert væl. Bara heitt svo væli. Já, þannig að ég bind aldrei mikla vonir við hennan. Já, þetta bara sennilega stærsti to-do-listi sem hún hefur einhvern veginn sett saman. Já. Og ég held við getum alveg verið sammála það í þessum nýja meirihluta að þá þetta hennar verkefnalisti. Er það ekki það? Jó, mér sýnist það. Já. Við rættum það nú svolítið vel í síðustu viku með Andresi og bara þetta, þið hafið heyrt þetta vantar líka og margir hægrimenn voru þetta svona svektir yfir því einhvern veginn að hún fær ekki með miðflokkunum í meirihluta. En hún hefur 4 ár til að sýna fram á hvað hún kann og hvað hún getur. Já, svo kom fyrsti borgarstjórnarfundurinn og mér sýnist miðflokkurinn bara alltaf að vera kattslagur í stjórnarandstöðu. Já, Ari bara erlendis og Portugal. Vita hvað hann að gera? Ég hef svona sér að kaupa sér svona amper stöð. Nei, en þú veist, það náttúrulega, ég meina, það var reynt að mynda 4 flokka meirihluta. Það gekk ekki. Þannig að mér finnst þessi lending bara flott. Ég meina, þú veist, hún fær þarna margt í gegn og Viðreisn eitthvað og Framsókn eitthvað og... Mér finnst maður líka kannski að taka einn punktinn í þetta sko að ég meina þú veist, mér fannst þessar kosningar í Reykjavík vera rosalega skýrt dæmi eða langt síðan ég sé svona skýrt dæmi að tiltekin stjórnmála maður vinni svolítið kosningarnar. Mér fannst Hildur, þegar maður fyrir að horfa á sko kappræðunar og svona, hún bar rosalega af og fylgið og kjörnir fulltrúar var náttúrulega að lenda þannig að það var einhver starffræðilegu möguleiki að mynda einhver aðra meðlut en ekki raunhæfur. Og þannig að þú veist það hefur verið að treysta henni, Reykjavík hefur náttúrulega verið mjög á brattan að sækja fyrir sjálfstæðisflokkin þar, bæði hvað var að fylgi og svo í þau skiptið sem að fylgið hefur komið upp og þá einhvern veginn ekki verið neinir partnerar sko. Þannig að hún að vinna mjög merkilegan sigur og mér finnst þetta alltaf mikið hún sem að vinna hann. Með fullir, þú veist, þetta voru flotti frambjóðendur alltaf en flestir af þeim eru frekar nýir. Þannig að ég maður verið líka svolítið að segja sko við treystum henni í það, við fögnuðum með henni. Við höfum svolítið líka auðvitað treysta dómgrindinni í hennar vali á samstagsmönnum og hún auðvitað, þú veist, gjör þekkir þetta og ég er alltaf með að mynda meirihluta þetta er erfitt að gera það bara svona í einhver Excel-skjali, sko. Þú veist, þetta auðvitað snýst traust og einhverja kemistrí og svona. Og persónuleikendur. Persónuleikendur og allt það. Þú veist, maður verður svona, allavega eins og ég las þetta, maður er svolítið að treysta hennar mati á þessu, sko. Já, sem bara mjög góð punktur. Já. Einmitt, sko. Ég líka, út af við áttum að taka saman eitthvað svona hrósvikunar þá langar mig sérstaklega að hrósa og ég skal bara finna einhvern annan til að hrósa eftir þú tekur hennar lið en mér langar að hrósa Einari Þorsteinssyni. Já, fyrir hvað? Fyrir að vera bara kakalaki, þvílíkt grænt til að komast inn. Gæin var bara hundelt einhverja eldri borgara á einhverju verslunarplani í Skeifunni, bara þú verður að kjósa mig án gríns, bara, Já, mér finnst þetta nefnilega, við rættum þetta ekki einhvern daginn einmitt í þættinum, sko, það er svo fallegt sko þegar því að Einar kemur inn í einhverju svona framsóknarbylgju
og þeir fá 4 síðast og hann bara rúllaði sér úr efstaleitinu og gerist fór í framsóknarjakkan sem hann aldrei verið áður og fór svo úr jakkanum fyrir allar útsendingar og brettir svona upp ermar þannig að hann kominn til að bretta upp ermar og hann var bara allir borgarstjóri og pólitíkin stundu þannig hún gefur þér eitthvað svona ótrúlegan meðbyr og það getur verið þú fer hratt upp og kannski eins og þetta sýndi ég þú fer hratt niður og það oft svona, þá sér maður kannski meira úr hverju fólk gert, sko. Og ég alveg sammála þessu, mér finnst hann eiga hróskilið fyrir að hann alveg var að keyra rútuna bara þegar þeir voru í 2% og eitthvað, þú veist, og næra alltaf vísu líka svona ákveð Pierre Kraftaverk að kynna það sem einhvern stórkostlega varnarsigur að ná 7% fylgi eftir að hafa verið með 20 síðast misti svona 75% fylginu sínu sko ætli það sé mikið sjokka þú veist, bara veltum við hörum eins og hann menna hann þarna bara vinsæll fjölmiðlamaður eða vel þekktu fjölmiðlamaður svo bara næra nötum þessu árangu í þessu kostingum eins og nefnir hann verður síðan borgarstjóri og þú ert einhvern veginn komin á þann stað, bara þetta gerist allt svona frekar hrætt, gerist kannski á svona 2 árum, svo er hann borgarstjóri og það er allt í steik í borginni og þú bara staðin er miklu verri heldur en þú áttaðir á og kerfið er erfitt, embættismennir er erfiðir, þú veist, allir þessi mikið sjokk að vera komin á þennan stað, þú veist, að vera orðin borgarstjóri og síðan bara er hlutin ekki að funkar eins og þú hafðir ímyndaðir að myndi gera. Ég held í alvörunni. Nú er ég að gefa mér hans hafi haft ykkur að mynda því hvernig Ég held að þú hittir aldrei naglan á höfuðið þarna sko. Þannig að ég held að svona oft eins og í Bandaríkjunum sko þegar að þú ferð á hausinn svona 2 svar, það kallaði $1 million MBA, þá viltu fá þann mann með þér í næstu hugmynd sko. Þetta er pínu það held ég. Ég held að hann sé þannig reynslunni ríkari eftir að hafa gengið inn á þessa skrifstofu, séð hvernig var í pottin búið og bara hvað þetta er illa rekið allt. Það er bara svona alltaf ít og kontrolla allt er lít. Þetta var svona $1 million political MBA. Í alveg, ég held það sko. Og ég held að það er líka bara, það er svo ógeðslega mikið að nýjum borgarfulltrúum, þú veist, auðvitað skiptir hans reynsla og hildar bara ótrúlega miklu máli. Í þessu öllu sem framöndan er. Og það, þú veist, viti bara hvernig það er, hvort sem maður er að reka borgina eða bara eitthvað fyrirtæki, þú veist, breytingar geta verið bara mjög erfiðar og snúnar. Það er bara, ég held að Einar sé bara mjög mikilvægur í þessu samstarfi og ég menna hann er formaður borgarráðs fyrsta árið og það er ástæða fyrir því. Ég held líka það sem hlutinni gerast. En maður skildi svona Einar rétt þarna þegar þessi breytinga verða þarna síðan kjörtímabili og hann meðlutin springur að það var hann kannski að reka sá hann vegg sem að ég held að kjósendur í raun og ráku sá og sendu skilabóð núna í kringum kosningar að það var margt hætt einhvern veginn að virka almennilega. Reykjavíkurborg hafði náttúrulega mjög lengi verið kannski með pólitíska fókusin á allt öðrum málum heldur en bara það að reka borgina. Þú veist, vókmálin voru voru mjög uppteknir af því, voru mjög uppteknir af alls konar einhverjum svona framtíðarsýn, krúsidúllum og einhverjum stafrænum, einhverju endur eitthvað og þetta var nú alltaf samt bara sama gamla vefsíðan sko sem að reka eitthvað svona alls konar svona furðuverkefni og svo einhvern veginn gekk illa að moka snjó, það gekk illa að reka leikskóla, það gekk illa að koma fólki á milli staða og Einar og örugglega margir fleiri segja að þú veist, herðu, ef við ekki að reyna að koma einhverja lausnir. Menna, það fyrsta sem gerist þegar Einar verið borgarstjóri, það eru mótmæli daglega frá foreldrum sem voru ekki að fá börnin á leikskóla. Og hann ætlar að taka stáið þetta með að fara í einhverja nýja lausnir og meðal þessi vinnustæða leikskólar og svona. Og þetta er örugglega ekkert eitthvað, þú veist, þú getur örugglega alveg rýnt það og hún er ekkert fullkomin pæling. En það var verið að sína fólki eitthvað lit, það var verið að gera eitthvað. Viðleitni. Og þá fór maður að taka eftir því að þá verið kerfið hafa svolítið svona læst sér. Við erum ekki að fara í þetta er eitthvað svona. Og í fleiri málum sem að einhvern veginn svona, ég held að þú hefur rekið á það að það einhvern veginn, það var ekkit kannski rosalegur áhugi á að breyta prógraminu. Og mér finnst það vera svolítið svona það sem að skilabóð frá kjósendum voru sko, herðu, ok, þú veist, það er skilið að eitthvað húsnaður illa farið eða eitthvað gerist sko. en veriði þá mestu kosti, þú veist, reynið að vera með okkur í að leysa það, sýnið okkur í að leysa það, en ekki bara þessi að reka sama prógramið og kannski hálfpartinn svona að tala um einhverju yfirlæti til fólk sem að er að miskust að reyna eitthvað. Sem var held í upplifun fólks, þannig var það. Já, og það var náttúrulega alveg merkilegt að heyra umræðuna, sko, ég meina, það var verið að tala um, þú veist, vinnustæðaleikskóla, það var verið að tala um tímabundnar heimgreiðslur, allt, ekkert af þessu óafinnanlegt og eitthvað svona. En það var svolítið fyndið að sjá svona suma í pólitíkinni fara á afturlappirnar í kringum kosningu að heyra þessar hugmyndir.
þvílík vanvirðing eitthvað konum. Ok, en býtu, Reykjavíkurborg er búin að stilla kerfið þannig að þú 22 mánaða barnið þetta kemst inn. Já, bara hvað kvennagildra, sko? Já, ef við ætlum að vera með þessi gleru á okkur, hver kvennagildran? Þið voru ekkert að brjálast yfir þessu, sko. Þú veist, þannig að... Svo var líka, ég svo sammálaði líka með þetta svona, þú veist, þetta svona, sko, samfélkingin var komin á einhvern svona stað sem gerist ábyggilega bara með valdreitu og snýst ekkert fólkið sem þar var. En ég held að þú sátu á svona háum hesti og voru alltaf að segja, þú veist, að ef einhver var pirraður yfir þetta í einhverjum umferðartöfum eða pirraður yfir einhverju leikskólaplássi eða eitthvað, þá var þetta alltaf bara svona, ertu í alvörunni á móti því sem við erum að boða hérna, sem er bara jafnaða draumurinn, eitthvað svona. Og þú veist, tók ekki alvarlega bara það að fólk var að klofna úr bara þreytu og pirringi, sko, á litlu hlutunum. Og þetta var, myndi mér stundum á þegar Dagur var að tala um þessu samgöngumál oft þegar hann var borgarstjóri. Þá einhvern tímann sagði Woody Allen í New York, hann að myndinni. So, this will be a great city when they finish it. Það var alltaf svona viðkvæðans dags bara, já, ok, það kann að vera óbærilegt næstu 20 ár, en Borgarlínan hafð þú ekki áhyggjur eftir þau 20 ár? Það rýmar svolítið við, sko, ég hef oft talað um hér í þetta eins og með borgarlínu sem er alltaf hundleitt mál að ræða, en samt þannig að það á ekki vera þannig að fólki í Árbæi eða Grafarholti eða Grái upplifir sig einhverja skömm af því að eiga 2 bíla eða lifa einhver lífstíl sem að einhverjir ráðhúsinu er ekki sammála, sko. Einmitt. Þetta yfirreiti kemur út á svo mörgum stöðum, sko. Akkurat, og svo náttúrulega hefur þetta verið, ég meina, hver eru pólitísku skilabóti fólksins sem situr fast í Ártúnsbrekkunni með 3 greinandi krakka, þú veist, dag eftir dag, viku eftir viku, mánuð eftir mánuð, og það er alltaf borgarlínan, en þú veist, það verður náttúrulega, og það mjög hildur og bara tala mjög skynsamlega það, þú veist, það bara er verkefni sem þarf aðeins að ekki einskilningi það að stoppa allt sem er í gangi eða eitthvað, en það þarf aðeins að hugsa þetta einhvern veginn upp á nýtt því að sko, hvað er langt síðan borgarlínan þú veist, byrjaði að verða einhver pólitísk hugmynd eða umræða eða fór á stað, þú veist, þetta er að verða 10 ár. Já, og hvaða afrek er það að búa þannig hnútana að það vilja bættari almenningssamgöngur með einhverjum hætti og auðvitað kostar það einhvern pening, sko. Þú veist, að það sé orðið bara eitthvað stærsta pólitíska bitbein síðar í tíma, þú veist. Bara hvað rugl er þetta? Það er bara að rýbranda þetta og gera eitthvað annað sem er kannski sniðura og líka kannski stendst tímans tönn, sko. Þessi lausnum, eins og Einar og Hildur virðast að gera. Já, og bara sníðast ekki til vexti, sko. Það verður geðveikt að vera hérna með lestarkerfi. Bara berum það ekki. Þetta er miður. Nei. Svo líka, sko, ef maður skoða það þetta, sko, ég veit vel með Graftanarborgarlínu og Gísli, en það er bara einn punktur viðbútt. Förum aðeins. Já, förum aðeins í hana. Léttlestir. Nei, en sko, maður sér núna, ég meina, það er verið að byrja á þessari Fossvogsbrú og þú veist að vera svona réttar eimós í skóna í hana, þú veist, við verðum einhvern framkvæmdu þar 2-3 ár, ég þekki nú ekki nákvæmlega tíman, nú tekur þetta nú allt lengri tíma. Það er að segja það allar íslenska framkvæmdir að taka lengri tíma en tilstendur og kosta meira en þar erum við þó að sko framkvæma á þess að vera fyrir neinum við erum bara mögulega einhverjir snekkju eigundur hann í Fossvoginum sem að þurfa að sína til þetta og þetta ekki trufla neitt en sko til að borgarlínan verði fungerandi eins og hann á að vera fungerandi þá er að tala um það sko við þurfum að taka Miklubrautina einhvern tíma út og setja hana í stokk held ég að sé pælingin. Við ætlum að fara upp Ártúnsbrekkuna, við ætlum að taka Suðurlandsbrautina og bara, ég myndi ykkur bara sko framkvæmdar þungan í þessu. Þú veist, við erum að tala um einhver ár og það sem að, þú veist, tafir og vesen sem þessu fylgja, ok, ef fólk vildi nú taka það á kassan, en sko þetta, þú veist, það er svo ógeðslega margt sem á eftir að gera, sem er svo erfitt og þungt og dýrt og mun trufla okkur svo mikið á meðan. Mér er svona, ég er alveg fann að aðeins að velta þið fyrir mig, sko, er kannski einhver ástæða við erum ekki ennþá búin að, þú veist, mæta með veghefilinn á Miklubraut, sko. Er þetta kannski svona einhvern veginn bara umfangið á þessu verkefni, það mikið, að þetta er eitthvað sem er ámikjali við, sko. Já. Bara mjög gild, Nú ekki orð meir borgarlínu. En þetta var hárrétt. Sko, já, bara fyrst við erum að tala um pólitíkina, hvernig núna, þú veist, nú er búið að ákveða þessa þjóðaratkvæðagreiðslu í lok ágúst, þingið var ákveða það, eitthvað gerist í þinginu? Já, við erum á starfsáætlun þingsins til 12. júní og já, það er verið að ræða alveg hitt og þetta, það er verið svona, vísu kannski engar svona stórar bombur frá ríkisstjórninni eða stórmál, mikið svona tæknileg mál, samgönguáætlun og einhver fleiri mál, það er ákveðna breytingar á útlendingalögum. Já, var ekki hann að móttöku
stöðin hann? Jó, brottfararstöð eins og það heitir. Já, var Áslaug einhverja sambarlega tillögu þegar hún var dómsmálaráðherra og þá var það til Áslaug Arna martröð barna? Já, og þarna listmálari Þrándur teiknaði, hún var eitt málverk af henni í nasistabúningnum og allt mjög smekklegt. Jón Gunnarsson fekk líka svona málverk. Og það svona, þú veist, það ekki, maður ekki stoltur að segja þetta, en auðvitað hlakkar stórkostlíman að sjá þetta fólk núna vera einhvern veginn að glíma við sjálft í þessu, sko. Já, well done job og að klára málið. Já, ekki það ég þekki einhverjar inntrykkur í þessu tiltekna máli, sko. Gefum henni náttúrulega alveg hrósa á þetta, sko, en það verður samt að halda því til haga, sko, þegar þetta mál kom upp, ég meina Þorgerður Katrín sagði bara fyrir 2 árum að svona brottfarastöð væri línan, sko, sem Viðreisn drægi í sandinn og við förum ekki þangað og hún svo fyndi að þú varst að rifja upp gesti þingpallana, sko. Ég var í salnum þegar mættu svona aktivistar að fylgjast með og byrja að flauta og garga allt í einu eitthvað svona og þá var það svolítið fyndið, sko, því að það var þannig að Grímur Grímsson formaður sem var rétt með allsherjar- og menntamálnefndar og var að mæla fyrir málinu og Grímur no-nonsense maður sem talar hlutina bara eins og þeir eru, sko, en þau sátu öll þögul undir Grími talaði þannig með hálftíma ræðu, sko, langa og mikla, svo kom Snorri Másson alltaf í mínútu andsvar þá stukkuðu fram, sko. Það var svona pínlítið fyndið. En voru þetta samt ekki bara góðkunningar Gríms? Hefur hann ekki bara handtekið þau öll á þau bara? Hann veit hvað þau var heima. Þau litið sér heyra þegar Snorri tók til máls. Já, það var svolítið fyndið því að hann ekki að flytja málið, sko. Einmitt. Og hann síðan svaraði fyrir málið í fjölmiðlum líka. Já, hann var síðan til ansvara. Þetta allt svolítið svona kosturlegt, sko. Besti vinur Snorra, Jakob Birgisson, hefur verið aðstofamaður Oppu, en nýhættur. Þannig að þarna eru mikið bróðirni. Hefur umræðan útlendingamál bara breyst svona mikið? Já, það ekki bara? Ég held bara að við runnið upp fyrir okkur, sko, ég meina, sko, ég hef náttúrulega unnið að því að þú varst að rifja upp hérna fátæklegu, mitt fátæklega ævi ágrip við þingsins. En þá var eitt sem kannski geti komið þar, ég hef náttúrulega unnið, var með þessi kærunefnd útlendingamála og ég var einhverju nefndi mitt sem Áslaug skipaði mig til að skoða þennan málaflokk og svona, þannig ég þekki það svolítið vel og það sem ég sé þetta svolítið þannig, við fórum náttúrulega bara úr því að þessi málaflokku var nánast ekki neitt 2009-10 þá erum við að fá kannski 30-50 hælisumsóknir á ári og málaflokkurinn var að losa kannski 200-300 milljónir í fjárlögum. Svo bara, náttúrulega bara á þetta svona alþjóðleg þróun, þá förum við svo svakalega, gerist það svo svakalega hratt og árin, ég held 22 og 3 eru stærstu árin og erum með 4.000 umsóknir. Bæði árin, að vísu tölur hluta því fólk frá Úkraínu sem að við vorum að veita svona ákveði skjól en sko og ég veit ekki hvernig maður orðaði það í þessu þegar maður fer að vinna í þessum málaflokki maður hellir sakleysinu pínlítið hratt niður ef maður getur orðað þannig því að ég held nú að flestir Íslendingar séu þannig við erum, þú veist, gestrisinn velmeinandi fólk og viljum hjálpa til þeim sem, þú veist, að hjálp þurfa að halda já. Og höfum bara sýnt það margótt í gegnum tíðina. Höfum sýnt það margótt í gegnum tíðina, en sko það sem þú færð svolítið fljótt á tilfinninguna er að það er svona kannski ekki allt sem sýnist í þessu. Þú veist, hinga að koma, þú fyrir að skoða bara svona tölfara eins og hver hinn dæmi gerir hælisleitandi. Þetta er mjög oft, ungi karlmenn, 18-30, maður velti fyrir sér eru, þú veist, konur og börn ekki mjög stór hluti af þessum hópi, sko. Sem að væri nú kannski hópar sem þú mundir kannski vilja forgangsraða í erfiðum aðstæðum, sko. Það er mjög vel þekkt og hefur verið greint, sko, að hvernig þú ferð á milli landa, þetta er yfirleitt sem þannig að það er einhver sem skipuleggur ferðina fyrir þig, þú ætti að greiða fyrir það. Það er búið að ráðleggja hvað þú ætti að segja. Yfirleitt bara einhverju glæpahópar? Já, þetta eru bara glæpahópar og einhverju skipulaðir hópar sem er að gera þetta, sko, og þetta er auðvitað ólöglegt allt saman og tengt einmitt, þú veist, ofta, og svo er náttúrulega mjög stutt yfir í bara einmitt glæpahóparna. Þannig að þú veist, og kerfið svolítið þannig að þú kemur inn í leifstöð og segir ég vil hæli og þá eru við einhvern veginn automatist, sko, skildu til að skoða þitt mál. Veita þér þjónustu, húsnæði, læknisaðstoð, sálfræðiaðstoð í ár, kannski meðaltími meðan málið til skoða á 2 stjórnsýslustigum og þetta eru, þú veist, synjanir í þessu almenna hæliskerfi eru mjög, þú veist, mikill meirihluti
Þannig að þú veist, jafnvel fólk sem að ég held alveg að góðum hug skoði málið þitt segir, heyrðu því miður, þú veist, það ekkert á baku þetta og maður hlýtur á einhvern tíma út að spurja sig, sko, bara býtu, þú veist, þetta alveg, meikar þetta sens? Sko, þú veist, þessi árhátna sem ég nefndi sem þetta fór hæst, þá erum við kannski að tala að fóru til bara fjárlögum 15-16 miljardar í hælisleitendakerfið og útlendingamál og sennilega tala miklu herri vegna þess að við ímyndar öll afleita svona þjónustu þörfin starfsfólk sveitafélaga sem að hlaupa hraðar, kennarar, alls konar fólk í samfélaginu sem auðvitað allir reynda að gera sitt besta í þessu. Man hlýtur að stoppa einhverjum tímapunkt og segja, er þetta vit? Sko? Ef við viljum vera hjálpsum og sem ég held að viljum gera, ættum við ekki að nota þessa aura eða einhvern hluta af þeim og segja, herðu, við viljum kannski frekar vera á þeim stöðum þar sem raunverulega að gerast í heiminum og koma bara þar inn og geta þá nálgast það fólk sem að þarf á hjálp að halda. Já, eða allavega haft, þú veist, einhvers konar plan, ekki bara vera alltaf reaktív í þessu. Ég held að þetta sé korrekt segast að segja, ég held að fólk hafi bara allt í hennu fundið á eigin skinni, bara heyrðu, þetta að gerast aldrei hratt. Já. Og þú veist, það vill enginn eitthvað standa upp og segja bara ég vil ekki fleiri útlendinga, sko, en það er þetta hættan að umræða að fara þangað, sko. Já, ég meina, þú veist, og ég held að við höfum bara ekki gert nú vel sem samfélag að ræða svona, hvað maður að segja, svona raunveruleikan í málinu. Nógu snemma, sko. Tökum dæmis að brottfararmiðstöðin svona í kollu núna, sko, þetta úrræði sem það að setja vegna þess að þegar að fólk sem sagt búið að fara í gegnum kerfið hér og fá synjun og það er komið sem þú ert að yfirgefa landið. Þá eru dæmum það að það er til dæmis bara síðustu 2 árin hátt í 200 manns sem að láta sig hverfa. Svar ekki kalli lögreglu að koma og það er allt að gera það eins vel og hægt svo það sé sagt, sko, og í mörgum tilvikum eru við náttúrulega algjörlega að standa og ég held í öllum tilvikum alltaf að standa strauma öllum kostnaði í þessu og svo framvegis. Fólk sem lætur sig hverfa, það er að segja að það finnst ekki. Þannig að það er ekki alveg þessi mynd sem er að draga upp, sko, að hér sé fólki í einhverjum búningum að fara að draga börn í barnafangilsi, sko. Nei. Þetta er fólk sem bara hefur ekki látið ná í sig, er hér einhvers staðar í samfélaginu, sko, og ekkit skemmtilegt að vera að tala fyrir þessu úrræði en algjörlega óhjákvæmilegt. Og bara partur af því sem að mér fannst kjósendur svolítið senda líka tónin í síðustu kostningum, við verðum að fara að vera nálgast það bara eins og fullorðið fólk, sko. Já, sammála því. Það er það sem hefur breyst á kannski 5-10 árum horfum aftur í tíman. Mér veist bara á síðustu 2 árum hefur öll umræðum þetta breyst. Já, algjörlega. Já, það er svo mikið hrætt á þingjunni eins og annað en þetta kannski sem að þú nefnir, en þú veist, maður velti fyrir sér auðvitað þessu ESB umsókn, við ræðum þetta næstu í hverjum einasta þætti og komumst auðvitað ekki tjá því að ræða þetta eitthvað í sumar, bara þú veist, þetta verður kannski eitt stóra málið. Svo hvernig stöðullin á Epic, já, í síðustu viku var þessi stöðull á Epic sem segir til það hvort að Íslendingar muni samþykkja aðildarviðræður ESB eða ekki. Stöðullin þar er núna það eru 2,4 á jáinu og 1,65 á neyinu. Það eru fleiri að gera ráð fyrir því að við kjósum nei. Þessi stöðull var hins vegar 1,6 í síðustu viku, en hækka aðeins. Þannig en sko mér finnst svona í þessari umræðu, mér finnst hún ógeðslega andlaus og leiðinleg. Já. Þú veist, ef ég væri að taka góðan hálftíma núna í Nei, en þú veist, annars vegar er þetta, þú veist, einhvern veginn Sigmundur Davíð eitthvað ógeðslega móðgaður yfir, þú veist, einhverjum sem nefnir eitt kostum í Evrópusambandið, eða þá einhver kona í drakt frá Brussel að segja öryggi landsins sé ógnaði hvívetna nema við sem í Evrópusambandið. Ertu viljandi bara ekki að nefna viðreisnar ráðherrana þarna sem standa fyrir þessu? Hver heldur að hleypi þessum konum drögtum frá Brussel til landsins? Beint í gegnum brottfararmiðstöðina. Ég ætla bara að segja og bætti kannski að fara brottfyrst af þeim. Já, en mér finnst þetta svo ógeðslega leiðilegt. Ef ég væri með ESB og ég hef svo sem ekkert ógeðslega sterkar skoðun á þessu, ég held ekki að það sé endurinn á heiminum ef við göngum inn í ESB. Ég er ekkert sérstaklega spennt fyrir því sjálf þessa mundir út af því að mér skilst að fjölmiðlanefnd sé einhver nibba af Evrópusambandinu. Afleiðingar síðustu aðaldar viðræðum sem eru þetta viðræður. Mér finnst í fyrsta lagi bara sjálfsagt að kjósa þetta. Mér finnst það bara allt í lagi. Þú veist, þessi tímasetning finnst mér þetta pirrandi, já, þú veist, mér langar að vera í útlöndum í ágúst. En þú veist, að öðru leyti bara, mér finnst bara fínt og ég myndi aldrei setja mig upp á móti þjóðaratkvæðagreiðslu. Hins vegar, þá bara skilji ekki hvar já-fólkið er. Þú veist, ef ég væri núna bara að breyta lögum áfengi, sína fólki, svona er þetta í Evrópu, sko, svona getur allt verið hér. Breyta, þú veist,
ég veit ekki, afnema vendatolla á kjörís, bara gelato allan daginn, þú veist, eitthvað svona, skilur við, þú veist, ég bara, þetta er svo leiðilegt og andlaust og það er enginn að tala um einhverja hluti, talandi sko, svona nærtækt dæmi úr daglegu lífi fólks, það er enginn að tala um það, þú veist, ef ég heyri meira varnir þjóðarinnar, þá veit ég ekki alveg hvað ég geri, kannski bara leggst í kör, mér finnst svo leiðilegt. Já, það er niðurstaðan, þetta er leiðilegt. Það er bara, þú veist, þetta hlýtur eitthvað, þessi umræða hlýtur eitthvað aðeins að þroskast, sko. Það var náttúrulega svolítið, finnst þú lýsir þessu svona, sko, því að þetta var náttúrulega, þetta mál var, og hefur í sjálfsagt verið sérstaklega dagskrá í íslenskum stjórnmálum. Nei, það er nú málum. Ég meina, ef þú horfir á niðurstöðu í síðustu kosningum, þá er, þú veist, Viðreisn er auðvitað verið með þetta mál og þeir fá, 16% eitthvað svoleiðis. Og lítið rætt þetta í aðdraganda kosninga. Já, lítið rætt þetta í aðdraganda. Kristrún svona drapist svolítið á dreif, sagðist ekki vilja fara í þetta nema það væri miklu meiri stuðningur við þetta og hinni 4 flokkarnir sem eru kjörðunarþing eru frekar skýrir á nei, sko. Þannig að, en ég finnst þú lýsir þessu svona Ólöf því að þetta var ekkert á dagskrá og svo allt í einu bara herðu, við ætlum að fara að SBM-mál. Já. Svo líður svona hálftími, þá bara föðurlandsveikari og það var bara einhvern veginn þetta svona kveikir alveg svakalega í okkur, sko, og eða bara, þú veist, bara vilt þú lendi í spórum Grænlands? Þess að við erum bara hertekinn. Nei, en getum við bara látið lítið á okkur bera á meðan að Trumparinn er þarna? Í þessum hugleiðingum sínum. En þess vegna finnst mér þetta líka svolítið, sko, og það er kannski partur af þessu líka, þetta er svolítið vandræðamál hjá ríkisstjórninni og svona því að maður er á þingi þá kannski sér maður oft líka aðeins bara svona auka hluti sem að komast ekki á linsuna, sko, þú veist, bara eða komast ekki í sjónvarpið, þú veist, bara svona einhvern veginn hver eru duglegir að fara í andsvörin og hvernig er svona líkamstjáningin af fólki einhvern veginn og það hefur alveg verið mjög áberandi, finnst mér, sko, Flokkur fólksins náttúrulega sést ekki í þessu máli. Þannig leifi bara formaðurinn? Já, formaðurinn fór í veikindaleyfi og þau hafa ekki haldið valla ræður í þessu, sko. Þau sem þó tóku til máls í atkvæðagreiðslunni þessa þjóðaratkvæðagreiðslu sögðust, sko, vera mjög harðir nei-sinnar. Þannig að þú veist, það er bara verið að vísi þetta sé eitthvað svona, bara svona eins og setja eitthvað ferli á stað, sko, en þú ætlar að vera algjörlega á nei-inu. Og ég myndi segja, sko, það er mjög ábyrjandi að svona hópurinn í kring, svona Kristrún og hópurinn í kringum hana viðast ekki vera mjög hrifin af þessu máli einhvern veginn og svona tímasetningu og telur þess, sko. En það náttúrulega er einhvern veginn svolítið sérstætt að fara að dempa þessu öllu á þjóðina með öllu þessum umræðum og pælingum út og suður, sko. Þú veist, þegar við náttúrulega, ég meina, hver ætti fókusin að vera? Ætti ekki fókusin að vera á því að ná tökum á þeim lofurum sem ríkisstjórnin gaf þjóðinni að ná tökum á ríkisfjármálum, efnahagsmálum, vöxtum og verðbólgu og mér finnst alltaf svo fyndið að sjá, sko, nú náttúrulega er hver einasti viðreisnarmaður, sko, með gott Excel-skjal í gangi þar sem hann er búin að reikna sig upp í, sko, 100 milljarða 180 milljarða 300 500 Ernir fór í 500 hvað ekki ágjör af því og hann er smá svona tískukongur á þinginu hann er enda, sko, ég veit ég má ekki segja þetta, ég náttúrulega er svona smá fan á Sigmund Erni, sko, hann er hann svona gengur eins og svona suður-evróskur bóhem einhvern veginn hann er líka, ég lofa því og ég ætla að fullera það hér og nú, hann er blásinn, sko þetta er Já, hann er glæsilegur og hann er, ég held að sé alltaf með allavega eitt ljóð í smíðum einhvern veginn, hann er svona með það en þú veist, allir þessir kostulegu útreikningar, sko, akkur setju þetta ekki aðeins á ís, náum niður vöxtum og verðbólgu hérna heima. Það myndi, ég get alveg föndrað upp eitthvað Excel-skjal og reikna mig upp í 100 milljarða eða 200 milljarða þar, sko. Já. Þú veist, þannig að þetta kemur rosalega einhvern veginn skringilega inn allt saman, finnst mér. Þannig að ég svona hallast að því að þetta sé nú rétt metið þjá Epic. Já, í kringum mig myndi ég segja að þetta var svona 65-35, nei. Það er þannig? Já. Okay. En ég samt, þú veist, ég held samt að öll svona umræða getur, þú veist, breyst mjög hratt, þú veist, ef einhver myndi koma sem var eitthvað trúverðugur jámaður, þú veist, þá er það ekki þannig að þetta sé slíkur hryllingur að það sé ekki hægt að finna rök með Evrópusambandinu, sko. Og vice versa, sko. Ég bara held að talsmennir eru bara ekki... Já, en það er einhvern veginn, svo er bara svo mikið svona, klúður í kringum þetta, bara eins og þessi skýrslaði síðustu um kostina í gjaldmiðlamálum. Þú veist, hún er einhvern veginn, fjármálaráðuneytið setur einhver tilkynning á vefinn það, segir að skýrsla segir eitthvað allt annað en hún segi, svo kemur Jón Helgi Eyjólfsson og skrifa grein í Morgunblaðið og bendir á að skýrslan segi ekki þetta og umræðan er svolítið svona, sko. Já, hún er svona og svo líka það er svo hættulegt að vera til og það er ný heimsmynd sem ég get þó ekki greint frá. Allt eitthvað svona. Og þú veist, og maður er bara, heyrðu, sko, þú veist, tölum bara íslensku, sko. En svo er líka annað sem er svolítið fróðlegt, sko, að mér finnst svona framsetningin er svolítið þetta við
við hverju hrætt, við erum að fara bara í viðræður sko, og sjá aðeins samningin og mér finnst alltaf svolítið vera svona að koma því inn hjá fólki, þetta sé bara svona stutt lota. Við 3 setjumst yfir þetta, byrjum að kasta einhver á milli, þú veist, þetta sé svona eitthvað svona þessi típa og svo kannski kemur einhver drög að samningi og sjáum hvað þau fílum þetta. En sko aðildarferli, og þetta fróðlegt að heyra allir frá fólki sem var að vinna í stjórnsýslunni hérna heima, þegar við vorum í síðustu lotu, 2009-13, að sko þá þetta náttúrulega gengur út það, Evrópusambandið mjög skýrt með það, alltaf að ganga inn í Evrópusambandið, þá það bara velkomið, en þú þarft bara að gera eitt, þú þarft bara að taka upp allt regluverk Evrópusambandsins. Og hérna, þetta ekkert flóknara en það. Nei, og það sem þetta viðræðna ganga út á það, að þú veist, ráðuneytin fara og senda hópa út og hérna, þú ert bara í félagsmálaráðuneytinu eða eitthvað, og það er bara að gera svolítið koma og útskýra það, hvernig, þú veist, okkar löggjöf hvernig henni verið breytt og það kynna einhver áallanir og prógram og eitthvað svona, þannig að við náum þessu. Og þú veist, þetta bara hellingsvinna og mikla pælingar sem að gera þetta í öllum málaflokkunum, nema við náum að semjum að þurfa ekki að gera það í einhverjum málaflokkum. Og þetta hellingsvinna og það sem verður svo skrítið við þetta að hella öllu þessari orku í að breyta lögum, reglugerðum, alls konar mögulega einhverju stofnana uppbyggingu hér og þar. Þegar þetta eitthvað svona samt sko, við erum ekkert að fara að gera þetta. Þú veist, sennilega ekki, skilur, við erum bara að tjekka á þessu sko. En þetta samt, munið ekki bara stranda á fiskveiðiauðlindinni? Það enginn að fara að gefa hana frá sér sko. Já, við möttum að sjá það. Ég veit það ekki, en ég var alveg til einhverja flotta tómata til landsins, ég get alveg sagt það. Það hægt að gera það hans að gangi í SB. Já, opinn, bara hvernig sem þú vilt gera það. Almennilega tómata. Það er líka að rekka maturverð og allt þetta. Já, og svo náttúrulega það allt, ég meina, þú veist, löngu árun hægt þú veist, það er alveg fullt af rökum fyrir því að taka upp evru, skiljuru, en það þarf að undirganga sem mörg skilir það áður að það verður bara alltaf verið fínt með þeirra krónu þá, sko. Já. Herru, þetta er bara svo borgarlínan, við erum ekki ræðið ólengi. Jú, förum inn í þetta. Nei, herru, en ég get sagt ykkur slúður út af því að Árni var að tala að honum finnst að ríkisstjórnin eigi að fókusera á verðbólgu og vexti og svona. Mér skilst að Kristrún hafi mætt í vikunni á stjórnarfund viðskiptaráðs húðu skömmuð Lalli Velding og fleiri alveg svo hann bara í rauninni að vera komið gott af hennar sinnuleysi og voru að greina frá alls konar bara, þú veist, uppsögnum í fyrirtækjum miklum rekstrarerfileikum og bara hvað væri eiginlega í gangi sko. Þannig að það hefur erfið fundur. Já, ég held líka sko bara svona eins og einn bara gerir sem að kannast næðis við sko eins og bara hjá þessi byggingarmarkaður sko og bara framkvæmdir að þar held ég alveg geysilega þungstemning og margir bara þú veist í erfiðum málum. Það var líka svolítið sérstætt að sjá sko og nú talum að það var ekki mikið að gerast á þinginu, það þó komið frumvarp sko að bæta aðeins í sko framlögin í óhagnaðardrifnu félögin. Já. Hækka þau, þannig að það sé ekki hækkuð framlag ríkisins úr 18% í 23% sko og þetta vegna þess að þeir hafa fundist vextir vera að hækka sko þannig að minnst þetta svo tákrað sko, þá bara hlaupið það er maður á hlaupum sko með frumvarpið inn í þing. Það var líka áhugavert, ég sá að Seðlabankastjóri var í gær að skamma bankana dálítið fyrir að nýta ekki með nægilegum hætti þetta svona frávik sem þeir hafa til þess að gefa einstaklingum greiðslumat sem að var hækkað þarna þegar að þessar vörur sem reyður 20 byrjaði með, hvað heitir þessu samningar? Sameignar þá sem sagt víkkaði Seðlabankin heimildi bankana veist, þannig að þetta væri ekki þannig að þú ert að fara ekki greiðslumat og ert að borga, ég veit ekki 400.000 kall á mánuði í leigu en þú standir samt ekki greiðslumat upp á 360.000 mánuði og Seðlabankastjóri var aðeins að skamma bankana fyrir þetta í vikunni að nýta þetta ekki nægilega og ég var að hugsa í því framhaldi, ég var bara, hvernig ættu bankarnir samt, markast heiminn hjá bönkunum að ná utan þetta, þannig að nú greiðslumat svona að mestu leyti automatist ferli bara í tölvunni og þú veist, til þess að fá þetta frávik eða þessa undanþágu eða heimild, nýta hana, þá þarftu, þú veist, prent út alls konar gögn, sína fram á greitir þessa leigu, þú veist, náttúrulega fara að tala við persónu. Þú veist, þannig að ég var að hugsa, hvernig bankarnir ætti að ná utan þetta, þú veist, við erum með einhverja
auglýsingaherferðum bara, þið verðið bara að vera frekari kæru landar, eða skilur bara þú veist, já, en ég þú fann nei á greiðslumátið, ekki sættaði við það kæri viðskiptavinur, en ég held samt að þú veist, þessi fasteignamarkaður sem er alltaf bara algjörlega slögt á þessar myndir mér fyndi að Seðlabankinn allir bara skamma bankana en ekki grípa til neina aðgerða sjálfur sko. Já, þetta verður mál í sumar sem að mun vera í frekar umræðu held ég. Já. Herru, ég setti ykkur fyrir smá heimavinnu. Já. Þú erum búin að þjóðstátta á henni tvisvar en Hrós. Hrós. Nei, við þurfum að koma því eftir. Ok. Sko, það er að koma sumar. Það er tilboð á Ekkoskóm til 12. júní. Ég sagði nú í síðast þetta, misti út mér að Birgir Ármannsson, hann á afmæli á 12. júní. Já. Veistu hver verður 40 ára 11? Tengist þessu ekkert sko en Veistu hver verður 40 ára 11? Nei, hver er það? Hildur Björnsdóttir. Já, alveg rétt. Ég var að fjalla með þetta síðast þetta. Spilaði lag fyrir hann og allt. Æi. Þannig að þetta er alveg tímasetning á fertugsamali. Ég var afmæli 10. Hildur 11. og Birgir 12. Þannig að einhvern tímann einn daginn munum við þrjú halda upp á sameiginlega afmælisveislu. Þetta er svo mikið röð fagfólks sem varst að lýsa hérna. Mætti nú að spila hinn góða slagara 3 daga vakt. Ég ætla að taka hana þegar þetta er í gangi. Ég held að Andrés Jónsson almanþingið er afmæli 9. júní. Já, ok, fjórir. Við getum verið bara með heila viku. En hvað það? Með Ekko, í kóðanum þjóðmál, þá er 20% afsláttur á öllum Ekkoskóm inn á skór.is. Er þetta eitthvað svona fyrir kylfinga? Gildir meðal annars. Já, sko, ég má skjótinni, það sem ég nefnilega er fíla Ekkoskóna mjög vel. Og það sem er lykilatriði, þeir eru með mikið af skóm sem þú getur sko, að því að þú getur sko tekið casually yfir daginn, mætt að fundi og eitthvað svona, kannski ekki alveg í þinginu, en svona, þú veist. Bara gert allt sem þú átt að gera og þú þarft ekki að fara heim og skipta yfir ykkur aðra golfskó, þeir virka líka það líkilatriði. Þeir eru með hybridin. Hvað er hægt að hafa það gott? Ég segi bara því ásækja þetta stjætta, ég segi bara been there, done that. Já, been there, done that. Ég segi bara stjætt með stjætt, stráka mínir. Ég baði ykkur að finna að því að sko, ég er með dagskóli þetta sem segir sko viðmældu stíg á svið og þá þarf maður að vera í góðum skóm. En ég baði ykkur að koma með eitthvað mál sem þið vildu ræða, stutt sem að ég var ekki búin að undirbúa. Já. Á ég að byrja. Ég kom með Seðlabankastjóra rétt á hann. Já. Þú er búin að þjósta í öllum þessum málum. En það er alltaf leið. Sko, ég kannski að þeim er pínlítið gömul sál, en ég hef haft mjög gaman að þessum málum bein Jónasar Hallgrímssonar. Já. Sem á að fara að grafa upp núna og prófa og kanna sem þá gömlu kenningu að bein Jónasar séu ekkert úr honum. Heldur þetta sé eitthvað danskur kappi sem því að grafir í Danmörku kannanda voru þannig að það var húað í þær sko. Já. Ekki endilega það var ekki sérregnastefna og þannig að það hefur alltaf verið svona eitthvað aðeins pínu óljóst sko, hvort þetta sé bein Jónasar eða bara mögulega einhvers allt annars og ég velti aðeins fyrir mér sko, þú veist ef það kemur í ljós þetta er úr einhverjum Dana það verður brekka sko, á að leyfa svo kannski að liggja bara út frá því sko. Já, eða líka bara hvernig verður Snorra Másinni við ef þetta kemst upp? Já. Ég hugsa bara hvernig sko ná að innvinkla þetta inn í ESB bara mæta bara við Jónas Hallgrímsson bara í miðan ágúst. Við viljum hafa verið viðurkenndur sem íslensku, beinin eru íslensk. Nei, en þetta er, já, ég sé að Vísir nú búin að greina þetta eins farið í svona valkostagreiningu á þessu. Ljós kemur ekki maður að líka slefa skáldsins. Hvernig djöfurlega með þá ekki? Ég get alveg viðurkennt að ég hef ekki klikka á eina frétt af þessu tæi. Nei. En ég finnst svo aðeins að fylgjast með máli Margrétar Friðriksdóttur. Já. Já, dómaran. Meiðir það málið. Ég er annað með fóstur Jónasi í Margréti Friðriks. Þetta eru kollegar. Þetta er menningarhluti þjóðmála. Menning og saga Já, ég ætla bara rétt að hrósa á þetta er gott innlegg með Jónas sko. Já, takk fyrir það. Gott þetta. Nei, ég ætla bara eftirláta Árna að fara yfir þetta líka og já, þetta er svona og þetta er svona ákveðið lögfræðimál. Þetta er búið að kastast á milli dómstiga
Já, sko, þannig, rauninni, ég ætla ekki að segja mjög mikið um þetta, bara ef maður myndi lesa fyrirsögnuna upp, sko, það væri strax orðið bara óþægilegt þetta. Þetta er alltaf kristilegu fjölskylduþáttur. Þetta er kristilegu fjölskylduþáttur, nákvæmlega. En þú veist, kemur ljós að Margrét mátti ekki kalla dómaran lausláta mellu. Akkurat, lausláta mellu, einmitt. Þannig að hérna, það liggur þá fyrir, en það er einmitt oft í þess að... Fallið dómur það. Já, en þarna, sko, kannski myndi ég segja þar svona establishmentið innan gæsalappa að kannski aðeins að velta fyrir sér, sko, kláriði málin hratt. Ekki fara í meðvirða mál við einhverja manneski sem kallar eitthvað þetta sem pingponga svo dómskerfið árum saman og gefur henni hvert einasta skipti fullkomið plattform til að rifja upp það sem hún sagði og fara með nýtt í hvert skipti, hún bætir í og hérna, þetta er lærdómar að vera til að draga þarna sko. Já, og svo gott líka hérna lauslátt mella hafi verið mildasta lýsingin á dómarann, hún var með sterkari lýsingar á borðinu en það er ákveð meðalhóf sem hún hefur beitt þarna. Lét það ekki flakka? Nei, lét það ekki flakka. Þetta er ævintýralegt og þú veist líka bara, hvað allir séu margir dagar sem hún hefur bara ónað fréttamiðlana? Bara út af þessu máli. Síðast með þessari viku. Já, og ég ljósi þess að hún mátti ekki kalla dómarann þetta. Veist, hversu oft höfum við séð þessu ummæli á forsíðum vefmiðlana? Ég er líka ekki vissum, sko, hefði þetta verið látið slæta á sínum tíma, það er 5-6 ár sem hún sagði þetta, sko. Ég er ekki vissum að vera með rifið upp í dag. Nei, alls ekki. það er svona oft svona töfrar meðirðan máluna. Já, þetta er svona catch-22. Þetta er ekki bara stræsand effektin, kallaður. Jú, líka. Og, hérna... Ég er ánægð með bara aftur hvernig við fórum úr Jónasi yfir þetta. Já. Ég er bara góð í að gera brú. Já, bara algjörlega. Má ég fara, ég var með einn nugget Jónas og hérna þjóðargrafitin líka, bara einn örsaga sem ég held að það er gaman að, sem er að mér er alltaf fundist sko þjóðargrafreiturinn hann við Þingvöll er áhugaverður. Þetta er Jónas eða mögulegur Dani og bara einhver Dani og svo Einar Benediktsson og hérna þegar ég var að vinna sem sagt hérna, þetta er náttúrulega okkar bara helgasti reitur þannig séð. Þegar ég var hérna að vinna sem blaðamaður á Mogganum í Galanda, svona sumarstrákur, þetta mun allt koma fram í ævi ágripinu, hérna, að þá er hérna 2006 og þá sem sagt er hérna Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra, nýkominn sveitarstjórnarkosningum sem gengur hræðalítla og hann er augljóslega eitthvað í mikilli brekku, bara í flokknum og flokkurinn fer og fundar á Þingvöllum. Já, ég var eftir þessu. Og það er eitt sem þarf að koma inn í þetta líka á þessum tíma var rekin hinn magnaða sjónvarpsstöð og ríf upp gamla fjölmiðla þætti NFS sem var held í hugafóstur Gunnars Smára og Mikael Torfasonar. Já, 24 tímar á sólarhring. 2 hugar sem lögðu þar fram saminuðu krafta sína. Þetta er rétt áður en þeir verða edrú held ég. 24 tíma útsending á dag. Já. Og pælingin er bara svona að einhverjum útlensku síð að vera alltaf fyrstir með fréttirnar og þeir eru náttúrulega eðlilega hann á staðinum alveg með einhverja svaka græjur og það er sem þróast þannig að það langur fundur hjá Framsóknarflokknum svo stígaði út og í þessari vandræðilegu uppstillingu að þingflokkurinn var allir fyrir aftan Halldór eins og til að sína honum svona stuðning augljóslega búin að vera alveg að kroppur honum augun og hann segir af sér og það var svolítið og risa frétt Geir Haarde var að fórstjóra Geir Haarde var fórstjóra, herru, nema hvað svo hérna, sem sagt ríkum er eitthvað í bæinn og ætlar að skera einhverja frétt um þetta nema NFS ætlar að vera í beinni þannig að segja frá sig fréttamaður og það er ekki netsamband aldrei vesen og það er eitthvað að byrja að ringja og þetta er NFS alltaf fyrstir með fréttina, þetta er hrikalegt herru, við græfum þetta það leik þyrla úr bænum þetta er ekki grín flýgur bara og það er bara eitthvað þyrlukall bara, hvað er ég að lenda henni? Á þjóðargrafinu. Nei. Jú. Það er hlaupið með einhverja spólu, flott takk og allir bara á þjóðargrafinu. Og hann gerði það? Hann gerði það já. Sæll. Þetta var allt fyrir að vera fyrstum með fréttinar Já, þetta er alvöru, þetta er ekki svona í dag. Nei, þetta var hann alvöru Ég sá hann alls konar nöfn á þessari mynd gömul og óskýr en þetta til að sjá Magnús Stefánsson sem er núna í þessari viku að láta störfum sem bæjarstjóri í Suðurnesjabæ. Birkir Jón sem er að verða bæjarstjóri einhvers staðar, mann ekki alveg hvar út á landi. Þannig að 20 árum síðar þá eru sumir þarna ennþá að. Já. Hver er þessi ungi maður í eini sem er ekki svartklæddur? Það er Birkir Jón. Já, ok.
Hann ég held að þetta hefði verið starffræðikennari minn úr MH hann svona 23 ára, hann er búin að vera í pólitík í svona 7 ár sko. er þetta maður sem mjög góð vinur Jenna? Ég veit það ekki. Ok, menn það vera svona 23 ára og búin að vera í stjórnmálum í 7 ár, minnst það svona Jensgarðar væm Víbra minnst ekki ósennilegt ég myndi ekki útloka það Herði, bara eitt östutt vinur okkar frumir við förum alltaf þangað og segjum sko, við megum ráða hvort við tökum endurskoðun eða skoðun á málin ég sá að það var rúfa með smá frétt í vikunni þar sem að þeir taka saman fylgið úr niðurstöðunar úr sveitarstjórnarkosningum og það kemur þessi frétt þar sem stendur að fylgi Sjálfstæðisflokksins tók kipp eftir sveitarstjórnarkosningar sem bara rétt nema hvað að fyrirsögn á fréttinni hún var svolítið öðruvísi þannig að fréttinni var breytt en það sjást þarna á webnum að það búið að breyta fréttinni hún var svona Sjálfstæðisflokkurinn stærri en samlíking eftir kosningar þessu var breytt setjum kvöldið og lifið svona einhverja 2 tíma eða eitthvað einhver neða símtölinn þetta einhver þyrla leið samlíking leið þyrlu og láta læra Gunnar Smári og Mikael Torfason það var á staðanum sko já, og svo bara alltaf þessi gamli góði fyrirværi sem, ekki gammal hann er enda nýr gamli, þessi fyrirværi sem er búið að setja á fréttnar á rú.is að RÚV sé óháða hagsmunasamtök stjórnmála, viðskipta og allt þetta Er þetta fjölmiðlanefnd sem er að láta þau gera þetta? Nei, ég held að RÚV hafi bara fundið þetta upp með sjálfan sig Ok, geðveikt, út af mitt traust, það er umtalsveit meira Eftir þetta? Já, maður sér hann að fyrirvara Þó að það breyti fyrirsöndum Já, og þetta er bara sem Árni þarf að hugsa enga, hana hagsmunaskráningu á sinni síðu hann á þinginu sko Það er líka rosalega gott þegar þú ert að segja það fyrrabræðið og sért rosalega góður Já, ég hugsi ég láti endurskoðun á þetta Já, á svona Já En þá ætlum við að koma því sem að þú er búin að nefna þetta tvisvar þættinum Við ætlum að kveikja á Everdur-grillinu og ætlum að hrósa Við ætlum að fá okkur kannski eitt kaldan og við veitum hvernig þetta er maður kemur saman í grillvörslu einhverja að grilla, spjalla saman skella hvort annan eða aðra þannig að það er hrós Sko, ég var alltaf búin að hrósa Einari Þorsteinsinni Já Árni, má ég beðið þeim að vera undan? Má ég grípa inn í samt áðunum við byrjum Við vorum að fjalla þetta í síðustu viku sem mér finnst þetta brilljant hugmynd. Við vorum að hvetja hlustundur til að senda okkur myndir af grillunum sínum í sumar. Helstu þetta Everdur. Þannig að það er stemning að grilla. Já. Sérstaklega að fá fólk í mat og allir út á palli eða út í garði. Já. Þetta er svona eitt af þessum virkjum sem að sko MeToo-byltingin feldi ekki. Maðurinn á grillinu og það var einhvern stikkfrýr. Nei, ég er líka bara sammála þessu. Skildum, sko. Ég er sammála þessu, ég elda mjög mikið og finnst það ógeðslega gaman. Og bara tek mikla ró út úr því og svo leiðis. En ég er hefðbundin kynjahlutverk þarna. Já. Ég bara gjör svo vel, gangið þér. Þú kallar þetta hefðbundin kynjahlutverk? Já. Ég bara ánægður að þú gerða það. Triggerandi að heyrða á löfun. Sjúklega triggerandi. Það er 2006 sko en Herðu, ok. Á ég að byrja. Ég ætla bara að hafa þetta einfald. Ég ætla nú bara að rósa nýja meirhlutanum fyrir bæði bara allt sitt en líka bara láta talandi að bretta upp ermar og allt það sko að fara strax í þetta fánamál mér finnst þetta flott og mér finnst þetta eins og Hildur orðaði þetta ágætlega þú veist borgin á ekki að vera með einhverja eigin utanríkisstefnu og það sé allt í lagi að flagga 1-2 daga eða eitthvað stuttan tíma eða eitthvað sérstök tilefni en það er óþur að vera með einhverja fánaborg af fánum hingað og þangað sko og hálf kjánalegt sko og náttúrulega mátti ekki endilega draga upp íslenska fánan eða það var ekki stemning fyrir því Nei, var þetta ekki eins og Magastína kallaði að leðilt að sjá rasista fánar koma Mér finnst líka að fyndi sko að ég sá að Sanna Magdalena var að gagnrýna að segja sko er þetta mikilvægasta verkefnið? Og svarið við því auðvitað, nei, svo sem ekki sko, en það var heldur ekkert mikilvægt verkefni að flagga Palestínufáninu sko. Nei. Þannig að nú fyrirhandi meirhluti gaf sér tíma í það sko. En hún var að gagnrýna þennan meirhluta fyrir að taka niður fánum. Jú. Herðu, ég veit hverjum ég ætla að hrósa. Já. Síðasti þáttur hjá þér með Herði og Þorbjörn Atla. Já. Mjög neikvæðir. En við vorum bara svona að fara yfir stöðuna Já, og þú veist sem að mér finnst bara allir góðu sko út af þeir eru skemmtilega líka mér finnst þeir fáránlega gott teymi í að fjalla svona efnahagsmál og viðskipti fyrir okkur sem erum ekki allan daginn þar Já. Þannig ég ætla að rosa mínum góða vini
herði og toppa. Ég veistust til í brúðkaupinu á sundaginn. Já, það? Já. Og sendi bara ljós og vona að sá ráðahagur sé góðu lagi. Já, ég veit ekki betur. Ekki heldur. Það er bara já, það er bara gott. Já. Þeir eru bara að hlusta, þannig að þeir bara heyra þetta beint í þér. Já. Frábært. Ég ætla að fara hratt yfir örstutt yfir 2 mál í viðbót. Ég sá að það var ekki gangi skoðanakönnun það, hver er næsti formaður, eða nei, hvort að Dagur B. Eggertsson neyti stuðning sem varaformaður Samfylkingarinnar. Eins og við vitum þá að Guðmundur Árni Stefánsson, hann sagði af sér, eða búin að segja af sér sem varaformaður eftir sveitarstjórnarkosningarnar. Eftir reyndar að Samfylkingin endaði samt í meirihluta, sko. Reyndar, já, svo var það niðurstaðan, sko, í Hafnarfirði. Já. Þannig að það er bara eins og það er. Dagur B. Eggertsson neitar því að hann hafi kostað þessa könnun sjálfur og segist ekki á leiðinni í embætti varaformaðs. Hann var varaformaður Samfylkingarinnar í tíð Jóhóni, eða ekki? Jú, í einhverju tíð, að minnst kosti. Já. En hann, sko, þú veist, annarkvort eru innanflokks átökin og intrigunar á milli fylkinga í Samfylkingunni orðnar svo djúpar að þetta er hin fylkingin sem að setja svo spurningu út. Eða þá að Dagur gerði þetta bara sjálfur. Ég fekk þess að könnun senda, tók screenshot, sendi... Er þetta screenshotið þitt kannski? Jú, það kann að vera. Nei, ég sendi þetta víða og meðal annars á vini sem að eru nokkuð læsir á stöðuna inn í Samfylkingu og þeir vilja meina að Dagur sé að hugsa og ég meina ef ég verið Dagur væri ég alveg að hugsa. Þetta er náttúrulega skrítið hvað, þú veist, það er einhvern veginn svona verst geymda lindamálið í íslenski pólitík hvað það er súrt á milli Kristrúnarádags. Náttúrulega bara eftir, þetta er náttúrulega búið að gerast ímislegt líka, sko, Gauti Eggerts fer og bara mjög harða gagnrýni á Kristrúnu, segir hún hafa bara beinlínis klúðra kosningunum fyrir þá í Kópavogi, Reykjavík og víðar og hann er svona bróðir dags þannig að þú veist það er ekkert verið að fara eitthvað langt í að finna gagnrýnendur, sko. Og mér finnst líka aftur svolítið áberandi núna að mér finnst eins og Kristrún og fólki í kringum hana hafi ákveðið að taka þetta Evrópusambandsmál svolítið þannig að við ætlum bara halda okkur til hlés, segjum já við þessu, sko, en við ætlum eiginlega ekkert að segja neitt mikið meira. Látum Þorgerður Katrín bara fronta þetta. Já, hún frontar þetta bara og þetta er svolítið nefnilega hættulegu leikur í pólitík, sko, að alltaf einhvern veginn að draga sér til hlés því að þú ert forsætisráðherra, þú ert fyrirliði liðsins og þú veist, það er hlusta, skilur þú átt að vera með skilaboðin, alltaf. Og Dagur sem er náttúrulega, má segja margt Dag, en hann er náttúrulega kann pólitíkina og svona allt þetta upp á 10. Alvöru refur og hann náttúrulega bara reif boltan til sín strax. Hann er búin að vera út allt og með allt annað narratív og allt aðra svona upp og pólitík held ég heldur en Kristrún myndi gera. Kristrún var að færa Samfylkinguna svolítið til hægri og inn á miðuna. Dagur er í miklum svona einhverjum samfélagsgreiningu, sko, hverjir eiga Ísland, þetta er við gegn þá keppni í skreifunum og þú veist, hann er svona allt annað tónn en skynjar augljóslega þarna markið er svolítið opið. Já. Nú ætlar hann að lúðra nokkrum inn og og þú veist, hvað verður þetta nákvæmlega? Ég veit það ekki, kannski væri klókt fyrir hann ef maður ætlar að spila þessa refskák eitthvað lengra að fara ekki að verða varaformaður, þá kannski falla á eitthvað meiri skildur að fylgja formanninum í einhverju, ég skal ekki segja. Hefur kannski frjálsari hendur. Já, kannski frjálsari hendur og frjálsari spil, sko. Líka bara erfitt þegar þú ert svona Reykjavíkur þingmaður að vera endilega í þessum út á landi skildum sem að svona, þessi fórusta í flokkunum hefur. Og Dagur alltaf, sko, hann er, ég segi ekki að sem illa liðin innan Samfylkingarinnar á landsbyggðinni, hann er ekki vinsællar. Nei, bara alls ekki. En ég ætla samt að taka upp hanskan fyrir Gauta Eggertsson sem ég þekki ekki neitt vegna þess að sko núna til dæmis þegar Hildur er búin að vera í þessum meirihluta viðræðum og okkur svona, þú veist, ef að ég segi eitthvað eða sný mér einhvern veginn þá er það eitthvað svona túlkað eins og eitthvað bara á vefmiðlum eins og það sé eitthvað svona einhver ordra frá henni. Já. Þú veist, ég er bara óstýrilát, segi eitt og annað og hún þarf alltaf að sitja uppi með það. Þannig að ég ætla ekki að skjóta loku fyrir það að Gauti sé bara alltaf blóðheitur á feysinu góða og Dagur sýkt endilega alveg inn í því. Já. Já, ég held að ég er ekki hvað á. Nei, þetta er svona kalkuleraðar. Sko, Vísir var í alvörunni með bara mikla greiningu á því að ég hef verið að láta á komið gott kvöldstundinni sem þið voru báðir núna síðast. Láta einhverja
borgarfulltrú og gera eitthvað traustæfingar. Það var mikið lagt í þetta. Já, alveg með það vita náttúrulega, þú ert svona kingmaker í þessum stjórnmálum, sko. Sko, ég veit að í þínum tilviki þetta kannski þannig að þú ert, hvað það óstýrlát. Það að því að, sko, Hildur hefur kvartað í mín eyru undan því, sko. Þannig að ég trúi því, sko. Ég held að þetta sé Bæði var hún ósátt við að vera ekki besti leikmaðurinn á pæjumótinu Nákvæmlega. Fannst hún eiga það dálítið. Og fara ekki þrisvar heldur. En ég held að sé aðeins öðruvísi með þá bræður. Já. Síðan bara östuðt, tölum ekki lengi við það. Ég sá að ég hætti traustæfingin. Þetta er Einar. Sko, og það, ég get upplýst það hér núna. Einar var aðeins bara að fá sér, sko, áður hann kom. Þannig að hann var svo stressaður að ná henni ekki. Hann var alveg ég tók eftir, ég veit þetta, Katrín bara að segja þetta. Ég tók eftir hvað hann var upptíkn að því að passa hendurnar. Já, ég tók nákvæmlega eftir þessu líka. Ég var bara svo hissa, hann var ekki að bretta upp ermar. Sjáu hendurnar? Hann passa sig að grípa hann ekki. Færi þetta aldrei út, sko. Já. Það er gott moment hennan, alveg, fyrir mjög út í það. Ég ætla ekki að leika þetta. Þannig að það er við prófum þetta eftir. Þetta verður allt tekið hérna eftir. Já, Gísli allar sér aftur. Ég ætla Við snúum okkur bak í bak, stöndum saman upp. Svo sá ég að þá bara örstuðt, þá sá að það auðvitað eftir lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu sem er ekki frásögfærandi nema það fyrir þá söka Halla Bergþóra Björnsdóttir orðin ríkislögreglustjóra auðvitað. Þetta tekið svolítið tíma að auðvitað þessa stöðu. Hún var skipið náttúrulega í þessa stöðu svolítið fyrir vetur. Og ég veit það og þykist vita og þetta er maður búin að fá úr ýmsum áttum að Grími Hergersinni var boðið starfið á höfuðborgarsvæðinu en hafnaði því. Þannig að átti ekki að auglýsa stöðu en nú verður hann auglýst og Ólíinn segir mér að það sem er líklegt að Úlfar Lúðvíksson muni segjum. Já. Hvernig ætlar góð hæfnis með nefnd að hafna þeirri umsókn? Ég verða að fá að segja að allar þessar intrigur inn í lögreglunni það eru rosalega. Nei, þetta er bara eins og þáttur að dænast. Já, ég meina þú þarft ekki sjónvarp, sko. Nei. Bara... Þetta er rosalegt. Ég er náttúrulega fylgið mér sterk að baki júskstelpuna minnar, Sigríðar Bjarkar, en hún er kannski ekki... Hún er náttúrulega komin, var þetta ekki leist með hún er sérfræðingur í dómsmálaráðuneytinu? Hún er komin yfir í menntamálaráðuneytinu. Já. Getum þú tekið heila þátt ég að ríða það. En það bara, já, ég ætla bara að koma inn á þetta. Það verður bara frónt að ég meðast áhugavert að Grímur hafi hafnað embættinu. Býtu, hvorum megin er Grímur þá? Er hann þá á móti dómsmálaráðurinn? Hann er dagsbíemaður. Hann er gautabíemaður. Er ekki Gauti líka Bergþórsson? Jú. Já, Gauti bíð. Þau eru öll. Vala líka. Fyrir með ljúkusöndan léttunótunum. Sko, þið töluðum díla mist. Ég ætlaði að gefa ykkur þetta súkkulaði. Hérna frá Nova Sirius. Þetta er náttúrulega nýtt, sko, almyrka súkkulaði sem var ekki út. Áttin, þú ræður hvort þú fer með þetta heim eða hvort þú gefur díla mist þetta. Já, ég gefið díla á þetta. Já, en hvað heldur hún gerir við? Heldur hún að borða þetta? Nei, hún er nart í þetta. Ég heldur hún minni nart í þetta í bílnum. Sem hún eitthvað svona, þú gerir eitthvað mjög skrítið og djúbsteikja það eða eitthvað. Ég heldur minni að reyna að skipta þessu í lúin í gullnæsti. En ég ætla að segja, ég glemdi einu í þættunum og ég vil bara gera næst þegar ég kem. Já. Ég ætla að taka eftir Hermann Stefán Einari, setja með sólgleru, verða fyllri. Þú ert með sólgleru. Já, nei, eigum myndinni. Sko, það hafa tveir aðalega með sólgleru í þáttinu en áður, Stefán Einar og það fór og Björn Brynjólfur. Þú ert ennþá að býta úr nálinni með það. Björn Brynjólfur í viðskiptaráði, hann kom inn um daginn og lýsti því yfir þetta með setjandi með sólgleru í setjuna sem áttin setur að verkefælisfjölu væri með öllu óþörf. Og ég mótmælti því svo sem ekkert. Nei, ég hlusta á þetta og mér fannst þú vera bara, já, rétt. Já, það er bara svolítið. Þannig að almyrkva súkkulaði. Takk. Það er þetta gera svolítið úr því. Ég er alveg til Akureyrar helgina. Já. Ég dyrka Hótel Akureyri. Það ekki? Jú. Búin að vera þar? Já. Geðveikur. Já, það ekki? Jú. Og náttúrulega þegar það verða, ég þurfti að gista þar fyrir einhverju síðan í alveg viku og ég var að vinna og það var alveg komið gott að góða dátanum sveik hann inn á baði. Já. Þú veist að það eru líka klóst upp á herbygjónum, sko. Já, en ég bara segja þess, við vorum mikið niðri að vinna og svona. Já. Útskýra þetta eins, komið gott á hann. Það er sérst, ef þú ferð á klósettið inn á þessi reynda glæsilegu jarðhæð. Ef þú ferð á þessu hugulega lobby sem hann er. Þá er svona upplæstur í hljóðkerfinu af góða dátanum sveik. Og það er bara á lúpu. Já. Þau er búin að vera í viku, komið gott.
Já. En þegar maður hótelinu þá stundum tókstu meira góða bók varstu að vinna þetta í viku? Já, og það er enda bók sem ég er búin að vera að nýta mér aðeins í minni eða okkar, baráttu við fjölmiðlanefnd. Hún heitir 48 Laws of Power. Og það er til dæmis fjallað að maður að gera baráttuna sína að leik. Þannig að maður hafi gaman að henni og maður sé ekki reiður. Og ég er mikið að vinna með þetta og ég náttúrulega sendir skjáskota samskiptum mínum við fjölmiðlanefnd. Þér fannst gaman. Mér fannst líka gaman. Ég hló upp át og bara ég var bara að lesta fyrir fjölskylduna bara heima. Já, Kristín, og ég er búin að vera úti í á tennismóti í viku og bara nýkomin heim og er búin að standa í þessum bréfaskriftum skilur á 3. Chardonnay og þetta er búin að vera svo gaman og þetta er líka bara svona, þú veist, fyrir mig og Magga sko, þetta er bara svona hópefli í rauninni og Kristín er búin að vera mikið, hún er alltaf bara búin að vera í Íslandi að búið til einhverja kásu í bónus fyrir öllu þessu 300 börn sín og hún er búin að vera með þetta í húslestri fyrir eiginmannin. Það sem er að fara yfir þetta sko. Það finnst sko að þú situr einhvers staðar og hlærð og drekka gott Chardonnay og ert að skrifast á í fjölmiðlanefnd. Gagnaðilinn er einhver embættismaður, starfsmaður í Borgartúni sem situr og tekur vinnuna sinni örugglega mjög alvarlega og finnst það bara að vera að skipta ykkur máli í samfélaginu sko. Já, það eru vinnuskýrslur þarna bakvið og svona. Hvað fór dagurinn þinn í? Að ég var að svara henni Ólöfu. Póstur sem sendi kl. 22:45 í gærkvöldi. Hún var að senda mér okkar kabla á hana 48 Laws of Power. En sko, 48 Laws of Power er líka þannig að snúa vörn í sók sko. En þú veist, fjölmiðlanefnd er alltaf bara að árita mig. Þú veist, segja mér hvernig frestir eru. Þú veist, ég hef snúið vörn í sók. Ég er farin að segja þeim, herru, ég hef ekki ennþá fengið svar við síðasta pósti. Þetta er vænt að fá það. En er ekki í þessu fjölmiðlanefndar stakleifallu, sko, hver eru afleiðingar þess að skrása ekki sem fjölmiðl? Eru að tala um dagsektir? Já. Við vitum ekkert hvað eru háar. Það er bara alltaf sagt dagsektir. Ég held að séu nú kannski ekki að Þetta er einhverju þúsundgallar held ég sko. Nei, ég meina að Dokk þurfti að borga hvað, 700 skall? Já, hann borgaði, ég meina hvað það 500 og 700. Það var fyrir að skási og eitthvað fleira. Já, einmitt eitthvað fleira. Já. Það er nú eitt og annað sem þeir eru að finna mér líka sko, ekki að sagt það. Þannig að þeir hafa gert áttasendu Það er ekki bara skráningarmálið. Já, það er 500.000. Við sjáum það hana, já. Voru það eitthvað... En sko, þegar hann loksins skráði sig, að þá voru þau, var hann búinn að fá meldingu það að basically alla tekjur sem koma af Dokk þyrftu þá að fara í dagsektunar ef hann myndi ekki bara klára málið sko. Þannig að þannig eru eins og segja, ég er að huga að afskráningu. Já. Þannig að 48 Laws of Power, þetta er áhugaverð bók. Það var kynna vörumerki Ólafsson kyn líka. Það er vel gert. Já. Sem nú reyndar hérna. Kom fram að kyni væri ferskt og gott, frískandi, létt og þægilegt. Alveg kynning. Ég er bara sammála öllu þessu. Hverju er þetta sannara? Má þá ekki segja að Ólafsson gerir sé ferskt og gott, frískandi, létt og þægilegt. En kannski þetta segja að Ólafsson gin tussan er fersk, góð, frískandi, létt og þægilegt. Ég ætla að gefa ykkur þetta Ólafsson sko í lok þáttarins. Það er ekki auðvitað, ég heldur bara, ég vil bara hugsa vel þá sem kom í þáttinn. Þið fengu þetta, þið fóðu mat, þið fóðu súkkulaði, þið fóðu Ólafsson gin með ykkur heim. Þú veist bolla. Ég fikk bolla. Þannig að fær bolla eftir þáttinn. Þannig að það er ýmislegt. Sammála því. Herðu, mér langar aðeins að ræða við eitt En sko, er Ólafsson gernið ferskt, gott, frískandi, létt og þægilegt? Já, klárt. Jú. Það er vísu ekki veðrað eins og Mósi. Nei. En þetta er mjög... Sömu eigendur, nákvæmlega. Þannig að þetta er virkilega gott, sko. Já. Ok, það er aftur á bókinni. Já, nei, þú veist, ég bara að segja... Hver skrifar þessa bók? Það veit ég, getur eitthvað sjálfsjálfar ævintýri. En ég get alveg sagt ykkur hver gaf mér þetta. Það er leikskáldið Tyrfingur Tyrfingsson. Þess að hann vill að mótleikur okkar gagnvart fjölmiðlanefnd sé að skrá okkur sem gjörningaklúbb og eða svona listahóp. Leikhóp í rauninni. Já. Sem er endur ekkert alveg fárlega pæling. Sko. Nei, og ég meina við ljúgum í okkar þáttum. En þú veist, fjölmiðlar er að upplýsa og fræða. Og segja satt og svona. Og svo... Ég hik ekki við, ég ætla að segja alls konar bara. Furðuðum átna í næsta þetta. Að fjölmiðlar sem skemmta, þeir eru líka Já, þau breyttu þessu nýlega að nú er þetta upplýsa fræða og skemmta en ég meina þá hlýtur bara Latti að vera undir. Halli og Latti. Er búið að skrá Latta? Átni, þú kíkir norður, fyrir Hótel Akureyri, fyrir upp herbyggir, lestu góða bók. Hvaða bók er það? Já, náttúrulega kom á rosa góð bók sem kom út núna fyrir jól. Þetta er nýjan höfund, lögmaður. Aftenging.
Nei, en svona allir kannski slötu, ég er ekki með svona skemmtilega punksögu í kringum mína bók, en ég ætlaði nú bara að segja það var sko... Er þú ekki að berjast í kerfið? Nei, þetta er ekki svona berjast í kerfið bók, en og þó, en nei, ég ætlaði að segja að þú varst að nefna sko hvaða góða bók er og hvað viltu nefna, þá var það þá viltu ég nefna það Veröld sem var, til Stefán Zweig, lengi mín uppáhaldsbók, og kannski með smá tengingu við það sem við höfum að tala vegna þess að hann er Stefán Zweig sem er rithöfundur og skrifar þessi bók er skrifuð í seinni heimsstyrjöldina ef ég man rétt og hann þurfti að flýja frá Austurríki held ég, eða flúði allavega úr Evrópu og er að lýsa, og þetta er skemmtilega hann bara er að fara yfir sína ævi sko, og er að lýsa sko, þessu sem hann kalla gullöld Evrópunar sem var sko, tímabilið frá 1890 til fram að fyrir heimsstyrjöld og þar vil að meina sko, þar varð úr svo skemmtilega einhvern veginn mikið flæði fólk flakkaði á milli, það gekk vel, það var viðskipt út allt, samskipt út allt á þess að þyrfti neitt endilega stýra því sko. Þetta var bara svolítið svona sjálfsbrotti, þetta var fyrir tíma allra sambanda og alls yfirþjóðlegs valds og allt þetta. Þetta er þitt framlega til ESB-umræðunar. Já, hún er svo snögg hún Ólöf, besti leikmaður fæðimótsins, en þetta er svona kannski bara smá tenging bara í það að þú veist að það er líka hægt að eiga í þú veist, þessum maður vil eiga góð alþjóðleg samskipti og svo er ég gott að hljóma leðil allt en þú veist, á þess að það þurfi endilega að vera allt regluvætt í döðlur sem er bara hárrétt þannig að algjörlega sko. Rétt í lokin ég kíkti náttúrulega Kringlukrónu í vikunni og það var Óli, fáður þriðaglasi verst ekki að það er enginn að telja og bauði gestum þar að kasta okkur spurningum byrgiðum sagðum að þið var að koma og gestir Kringlukrónunar þeir vildu endilega fá að spyrja ykkur nokkura spurninga fyrsta spurningi var þetta svolítið strákar, ég sendi okkur link sem við þurfum eiginlega að kíkja á af því að þetta beinist þér Ólafar ofbeldi. Já, spurningi var bara, þú veist, hvar varst þú á sunnudagskvöld? Ég var á Roland Garros tennismóti í París en ég skil menn sem ég er dýravinur. Fyrir þá sem er að hlusta þá er hér frétt það að það var brotist inn í Reykjabú í Mosfellsbæ á sunnudagskvöld og reynt þar að einhverjum reyndu að hleypa fuglum út og tókst í einhver tilökum, það var svona aflífa fugla þarna var ekki brotist inn í var ekki svínabúandaginn? Jú, og ég er alveg... Sama bréf. Það voru bréf. Fyrst eitthvað bréf á vettvangi. Já, svínabú stjórnubís. Ég er með skot held að fjárfestasönnun, en ég ætla samt að fá að segja, ég vil stofna fríríki fyrir grísi, menn það er svo gáðu dýr. Já. Allt í lagi, það var bara ekki spurningin, sko. Þannig að þú ert ekki segð um þetta? Nei. Nei, ok. Og líka ég er aldrei á skítum skóm og ég brýt aldrei sóttvarnareglur. Já, nei. Eins og kemur fram í fréttinni að viðkomandi hafa gert. Það er oft svo leiðilegur endapunktur á öllum fréttum dýr, munið eftir selnum sem flúði úr húsdýragarðinum. Áttu einhvern ævintýralega flótta sko og bara Snorri. Og þetta var svo krútlegt og hann var eitthvað svo lítið, var þetta ekki bara kópur eða eitthvað og þetta verður eitthvað agalega krútleg frétt og skemmtilegt og eitthvað svona, já, hann var ótrúlega segur og náði einhvern veginn að finna alls konar leiðir og eitthvað. Svo bara, já, við erum alltaf búin að aflífa hann, sko. Já. Hann er verið enda. Akkur var þetta ekki bara andlið húsdýragarðsins, sko. Já, ég veit. Já, við aflíðum hann. Og fór í refafóður. Ok, mér hefði finnst betra ef hann hefði farið í sela anorakkin hans Halldórs Ásgrímssonar sem hann var alltaf í. Það er alltaf að vera einhvern nýtt. Já, það var refafóðurinn. Já, þetta var sorglegur endir á þessum. Já. Á þessari hetju för. Já. Ég er dýravinur, annað en þið allir. Herri, ég var að fá mér hund eins og kemur nú fram í nýjasta þetta komið gott ef ég heyrt. Já, þú tóðum hundapabbi. Það var sagt byrja svo unga fólki segir að ég var tekinn fyrir þar. Já, en fyrir það sem ekki vita að þá er Gísli sjúklega móðgar út í Sigmund Davíð en hann var að fá sér sömu típu á kvutta og saman eru þeir í Ég sagði bara, fæ maður ekki að hafa neitt í friði sko. Já. Farið allir að fara að leiða með hittast og svona? Já, Sigmundur stakk upp á því. Já, farið í Paradísadalinn. Gísli Freyr er sko í alvörunni á svona, hann er alltaf handboltapabbi sem er hans mest sjarmerandi sjálf og svo núna er hann hundapabbi og hann er svona að senda myndir stundum á mig og Kristínu bara að sjá hvað hann sætur. Ég er dýravinur, Kristín hatar ferfællinga og þannig að hann fær ekki,
Ég er hrifin af þessu, ég segi það, en Kristín, hún er það ekki. Nei. Þess að sendi ég myndinar. það er ekki bara fyrir því, það er fyrir Kristínu, sko. Já. Í fyrra þetta kallar með dömusigur, það var hérna svona... Stend við það. Ég fór úr því að vera dömusigur til að vera hundapappi með... Nei, handboltapappi með hund. Handbolta og hundapappi. Ok. Og dömusigur. Já, ok. Ég teka. Já. Þannig að við höldum á... Ég lagði til reyndar að við 4 myndum stofna grúpu, þið 2 og Sigmundur. Það sem ég og Sigmundur myndum bara senda hundamyndir. Já, og svo fyndi það að Sigmundur var í Silfrinu á mándaginn. Kristín hélt hann hefði tekið hundin með sér. Svona geltandi, þá var hann bara að hósta, sko. Árni, þú myndist á aftryggingu. Já. Það gafst út fyrir jól. Já. Bara hlustundur upplýsingar, þeir sem ekki þekkja. Það var það bók sem gafst út. Já. Mín fyrsta skáldsaga. Já. Mjög skemmtileg bók. Já, takk fyrir það. Það var eitt sem hitt á Kringlunni gær sem að fréttu var að koma og hann spurði bara hvenær kemur næsta bók. Já, sko það er nú það sko. Hvort og hvenær? Já, það er ekkit útilokað með það sko. Ég mun kannski upplýst að þegar ég fekk kalluðum að koma inn á þing sko, þá var eina kveðjónum var frá mínum útgefendum og sögðu gott til hamingju, nú eru tíma til að skrifa. Þannig að það var það getur vel verið að maður gerir eitthvað meira af því sko. Já. Þannig að það er ekkert svona í vinslu eða Já, það er alltaf einhverjar hugmyndir og eitthvað sko. Þetta er náttúrulega er nú hark þetta líf sko að vera eitthvað rithöfundur því að þú gerir ekkert nema að skrifa eitthvað sem þú eyðir svo. Þetta er mjög deprimærandi. Það verður aflífa. Það skrifa kafla og aflífa hann svo bara eins og sendir henni refafóðrið sko. En mér finnst þetta mikilvægt þú þurft að viðhalda svona, þú veist, street cred. Já. Mér finnst mikilvægt að þú haldir áfram svona að vera líka skapandi. Já, takk fyrir. Þú sér þessi street cred að hafa gefið út bók. Já, þú veist, annars ertu bara eitthvað tvívíður karakter, skilur. Það geggja að vera bara aðeins að vera alltaf harður í útlengamálum en vera einnig höfundur. Já, ok. Já, nei, þetta er skemmtilegt, sko. Já, næsta spurning tengist eiginlega því svolítið, sko. Það var eitt sem spurði, sko, eitt sem hafði líka áhuga, hefur vantilega áhuga á þessari þingfélskrá, eða æfi ágripi á við þingsins. Já. Og hann fór að ríða það að þú ert búin að vera lögmaður, þú ert búin að vera þingmaður, rithöfundur, þú ert svona hlaðvarpi, þú ert búin að vera með uppistand. Hvað er skemmtilegast að þessu? Já, það er nú bara, þetta er nú allt sinn sjarma, sko. Þú hefur verið í framkvæmdum, þú hefur líka verið stýrt byggingaframkvæmdum. Já, Hótel Parlament við Austurvöll. Já. Ég byggði það mikið til sjálfur. Já, varstu svolítið að mæta sjálfur? Ég var að steypa veggi og leggja lagnir og svona. Já. Nei, en já, það er nú líka eitt verkefni sem var áhugavert og skemmtilegt. Eða svona, mjög lærdómsríkt líka reyndar. Ég held að það var allt sinn sjarma einhvern veginn, sko. Mér var mjög gaman að vera lögmaður og það kynnist, þú veist, ég var nú svona, var mikið bara, ég byrjuði með lögmanstofuna, sko, rétt eftir hrun og þurftum eiginlega að mixa okkur eitthvað business model á staðnum og þá fórum við að vinna fyrir skuldugt fólk sem var kannski ekki frábært business model svona eftir á að hyggja en þú veist þetta er skemmtilegt, þú ert alltaf að vinna með fólki, tala við fólk ert með þeim í alls konar líf og ég hef oft sagt sko lögmenn, þú veist, til að vera svona mikið eitthvað svona fancy lögmennum sem er í fyrirtækja lögfræði eða eitthvað svoleiðis. Ég held að menni ekki að fá að fara í gegnum lögmannsferilin öðru sem að taka minnskostir nokkur svona fasteignagallamál upp á svona 2 milljónir miklaðar lagnir og veggir og eitthvað svona og hagsmunirnir sko löngu foknir út í veður og vind fólk farið að svona segja svolítið svo ESB umræðan þú hatar gagnaðlan svo heitt sko fari í gegnum nokkur svoleiðis og það er svona lærdómur í lífinu svolítið þannig að áður en að fólk vera að skrifa ykkur að fína fyrirtækjasamning og eitthvað svona þannig að þetta er allt verið skemmtilegt. Sá sem spurði þessu, hann satt á móti konu sem að greip fram í og sagði, Óli hefur nú gert alls svona hluti líka, þú veist, sagði svona þjósti sko, eins og það var að gleyma þér. Fór ég upp það að þú er búin að ritstjóri, þú er búin að ráðgjafi, við erum hittastýra á vinniðina fyrir Samtök atvinnulífsins. Nú ertu Laxabóndi, nú ertu að starfa sem ráðgjafi og stýrir hérna litlu hraðvarpi líka í leiðinni. Hvað er skemmtilegast að þessu? Sko ég met frelsi mest. Er það svarið það? Já, þannig að þú veist, hraðvarpi ég ræð því sjálf. Já, ok. Mér hefði fundist gott að þú sett punkt þarna bara. Nei, og þú veist, ég vil geta styrt tíma. Ég geta, þú veist, mér finnst allt eitthvað svona að vera mætt eitthvað klukkan 9:15 og stíga þar út 16:15 og hafa ekki verið með neitt framlag. Ég get það ekki lengur.
Mér fannst mjög gaman að vera blaðamaður og ritstjóri út að þá var svo hann var alltaf tímapressaður og þurftir alltaf bara að klára málið og senda eitthvað í prent. Ég fíla það máli vera mikið að gera, ég vil ekki vera inn í svona Excel-skjali. Já, ok. Já, þetta ákveðið svar. Já, þannig að hlaðvarpi, eiginlega það skemmtilegast sem ég geri. Eitthvað spurði hvort að teljið að Hildi muni takast það að hagraði í rekstri borgarinnar. Við erum svo búin að koma að sinna það. Já, henni mun takast það. Þess að þeir vinna sem vinna. Já, ég hef trúan en ég held að það sé líkilættir að vaði í þetta hratt sko. Glugginn ekkert, hann bestur einhvern veginn svona núna sko, færið best núna. Þannig að hún nú greinlega kona verkefnalistana eins og fram með komið þannig. Já, ég held ekki bara, sem bara hluti að þessu komin á hann, ég meina hún búin að afplána 8 ár af einhverju ógæðslega talandi að vera í fangelsi vera mætt hann í ráðhús og borgatún og vera þannig í 8 ár í minnihluta að hafa engin áhrif og hvað þau búin að afplána það allt og kynnast kerfinu svona vel, það engin betur til þess fallin að fara gunna í málin og það engan sem að klæjar eins mikið í puttana heldur, þannig ég held að þetta teymi sem búið að taka sér saman hann í borginni, ég held að þau sem mjög svona skýra sín og þau getur ráðast í þetta hratt þannig að þau bara þekkja inn við hana Já. Það var eitt sem svona loka spurning sem var djúpur. Eitt gestur sem spurði hvað besta ráð sem það fengi á lífsleiðinni? Já, Ólaf má byrja að svara. Besta ráð. Já, ég spurði reyndar einu svona mjög þekktan auðmann hér í bæ. Hvernig verður maður eiginlega ríkur? Ég var svona 15 ára. Já. Og hann sagði, þú verður að hafa passion, annars getur þú glemt þessu. Já. Sýst fyrir verkefninu. Já. Ég hugsa daldið oft um þetta. Það ekki bara eitthvað ráð? Jú, ég hugsa oft um þetta. En ég reyndar ekki ennþá orðin rík að koma gott, þannig að það nú vandi. Nei, þetta alltaf komið ekki. Jú, auðvitað. Já, ég bara ætla að segja maður eigi að reyna að vera einhvern veginn trúr sér sko, ég veit þetta hljómar ótrúlega leðilega en mér finnst því var svona að rifja upp allt sem maður hefur gert af sér ævina og unni við og svona mér alltaf fundist manni text best til ef maður er að gera hlutina einhvern veginn á sinnhátt með sinni röddu, sínum tón sé ekki að gera það, þú veist, út af því að einhver sagði þér að gera það eða til að gangi í augun á einhverjum eða þú veist, fyrir einhvern og það yfirleitt þannig að leiða maður nær því þá fyrir einhvern veginn að ganga. Þú ert bara eins og þú ert, eins og Páll Óskar. Já, það er bara svoleiðis. Kall í jakkafötum, það er bara, ég er bara svér og hvað bara sætta mig við það. Sem alltaf kannski skrifa bók. Já. Íhuga. Herðu, hver aftur lýsingin á, voru við metastrákar, lýsingun á Ólafsson-geninu sem maður mátti ekki segja? Hvort það væri fest og gott, frískandi, létt og þægilegt. Það er svoleiðis verið að sko... Ég veit ekkert hvort það sé rétt sko. Það er svoleiðis verið að hækka sektirnar með hverju orði núna. Já, þú veist, það er eitthvað sem sagði þetta eitthvað tímann. Ég veit ekkert hvort þetta sé svona sko. Og við erum auðvitað ekki að fara að auglýsa neitt svoleiðis hér. Nei. En ég ætla hins vegar að gefa ykkur í kveðjugjöf. Takk. Flösku Ólafsson. Takk. Þú mátt ráða hvort þú fer með hana heim eða niður á skrifstofu athygli. Hver mun drekka hana þar? Er það Már eða Kata Júl? Já, nei, hvorki Kata niður Kolbett, það er bara ég og Mási. Já, ok. Og þú ræður hvort þú fer með þetta heim eða í þingflokksherbergið eða hvað? Já. Heldur það sé ekki ykkur þar sem að vilja fá sér líka? Þau þurfa að fara að fá sér aðeins sko, skvetta aðeins í þau. Á síðustu dögum þingsins? Það ekki? Já. Er ekki dagskrá svolítið tæmt hjá okkur? Það held ég. Já, heldur betur. Já. En mér samt gaman að koma, gullið mitt. Já, bara frábært að fá okkur. Langt sinni. Ég ætla að fá þig bráðan til mín líka. Já. Þannig við segjum bara, þetta er bara einn púlja. Hlaðarstundur að tala við hlaðarstundur. Já. Það er svolítið þannig. Já. Það er frábært að fá okkur. Bara eða gott sumar og við sjáumst á vonandi aftur fljótlega ekkert um það ekki. Ekki spurning. Takk fyrir okkur. Takk fyrir. Þið sem hlustuðu þessum horfið. Góða helgi.